músíkalt bar, jazzgeggjar rock, hefðu syngið, syngjum jazz, sveiflan fellur eins og flýsir rass, það jafnast ekkert á við jazz. Kontrabassi, trommur, bass, piano og rómur, tenor, sax, það jafnast ekkert á við jazz. Já. Menningardeild þjóðmála komin saman. Komið sæl. Andrés Magdásson, Stefán Einar Stefánsson, verið velkomnir. Takk fyrir. Stefán Einar, það var, ég sá að Samsung var að auglýsa daginn, þeir greinilega gripu út á lofti, ekki bara þunnur, var þetta vísun í þig eða? Já, það er rétt. Án einhver að segja að listaelítan á Íslandi væri núna mjög áhjáð í að brenna mig á báli. Já. En þeir vita ekki að það er algjörlega ómögulegt. Ég er svo blautur að það kviknar ekkert í mér, Eru þið eins að skilji ekki okkur og ef það bjóða mér Gísli og það er að bjóða Margréti Tryggvadóttur. Loksins fundin ein manneskja á Íslandi sem getur stöðvað þennan mann. Já, það hlut að koma að því. En áðan eitthvað á stöðan? Hún greip starfsleysi í framífyrir. Já. En erum við ekki menningarsinnaðir hér í þjóðmálum? Ég er á hrættur það. Við þykjumst allan að vera það. Ég styð íslenska menningu ári hverju með ýmsum hætti og nýt hennar í fjölbreyttum myndum, En það er einhvern veginn þannig að leið og hlutirnir eru ræddir almennt og yfirleitt eða einhvern veginn og það er ekki þessari elítu sem ég myndist á að skapi. Þá eru menn bara einhvern veginn stimplaðir og auðvitað tilraun gerð bara til að þagga niður í fólki. Ég ætla nú ekki að gera með sérstöku fórnarlamb í þessu máli en þessi framkoma formanns rithöfundasambandsins verður í minnum höfða meðan land byggist og dreigir þá heldur úr en við höfum bara þetta sambærilega dæmi þessi Snorri Másson mætti talsmanni Samtakas 78 var aggressífur í tali gagnvart þess að greip oft fram í fyrir einu og annað og það ætlaði allt koll að keyra. Já. Allt góða fólki varð algjörlega brjálað. En það er bara eins og að það fólk sé fast á Tenerife eftir fall play og án farsíma. Því að það verður ekkert heyrst í þeim mér til varnar út af þessu snjóflóði sem ég var fyrir. Já, og hvernig líður þér? Ég er að jafna mig. Beygður? Já, ég er beygður en ekki brotinn. Þetta kampaðin hittur að hjálpa aðeins til? Jú, ég hef nú gripið til flöskunar út af þessu. Á og til í vikunni? Nei, þetta var alveg frábært að byrja þegar ég mættur þarna klukkan 8 á mánudagsmorgni og ætlaði þetta að fara að ræða listamannalaun við formanninn og ég held að þetta nú allt einhvern veginn á léttu nótum. En þetta svona... Gerstu það í alvörunni? Þetta kickstartaði þetta vikunni. Ég hef sjaldan afkastað öðru eins, maður er búin að vera í bara adrenalín flæði hérna. Nei, ég vil nú að segja eins og mér kom mjög óvart hvernig þessi umræða þróaðist. Því að þú sagði frétt af því að Samtök skattgreiðenda hefðu komist að tiltekinni niðurstöðu sem að þau gerir grein fyrir á vefsínum og það er að nálgast frumgögnin þar og skoða þetta í krók og kima með vilja. En þú sagði þessa frétt. Það kom gagnrýni á það að þeir hefðu ekki talið allar bækur eða eitthvað slíkt og þú veist, ég bara gerir ráð fyrir að það verið þá leiðrétt, eða hvernig sem það er. En þetta fór strax út í þessa einkennilegu umræðu fyrir að fyrsta að þú hlýtur einhvern veginn að vera að halla réttu máli í þessu að því að þú hefðir dyrst að segja frétt án þess að ganga á skuggum að hver einasta tala sem var kynnt að samtökunum væri rétt. En svo líka hitt að það var að þetta snýrist einhvern veginn árás á menninguna með stóru emmi. Að það mætti ekki ræða styrkjakerfi sem að til allra hamingju er ekki bara hluti af lífibrauði þeirra sem að fást við menningu hér í landinu. En að sú umræða ein og sér hlyti að vera árás á það og síðan var þetta teimt út í umræðinu það hversu góðar eða vondar bækur menn skrifuð og eitthvað bla bla bla. Þegar að mínum huga, mér finnst þetta líka bara mjög beint við. Samtök skattgreiðenda er að fást við hvað? Jú, hvaða skattafólk er að greiða og hvernig þeim er varið. Þeir tóku þær tölur sem eru tiltækar og sem var nú erfitt að særa út minni á af einhverju ástæðu og síðan þær aðra tölur sem að hægt var að nota. Blaðsjufjöldi var eitt sem var náttúrulega gagnrýnt og við þekkjum það sem blaðamenn að það er ekki betra endilega að skrifa langt stutt. Þeir ekki settu fyrir Samtök skattgreiðenda settu sjálfur fyrirvarið það og svo þetta er kannski ekki besti mælikvarðin því að hér eru ljóðskáld sem skrifa stuttabækur en það segir ekkit endilega gæðin eða mikilvægi bókarinnar.
Hitt síðan það að samtök skattgreiðenda komanda fram og segja þetta fólk hefur þegið þetta mörg 100 milljónir hérna á síðustu 25 árum og svona fólk í sérflokki því að bara nánast allt á þessum listamannlunum og svo tiltekið hversu marga bækur þau hefur skrifað. Þá geta menn stíðið fram og sagt, annarkvæmt hafa menn talið bækurnar ránt og oftalið af vantalið en síðan eru fleiri þættir sem spila þarna inn í. Og Andri Snær skrifaði merkjaða grein í Morgunblaðið sem hafa síðan gerð aðgengilega lesendum mbl.is líka þar sem hann fer í miklum kjaftavaðli yfir allan sem feril og lýsir því hversu stórbrotin listamannsferill hann sé og hversu mörg verðlaun hann hefur þegið bæði hér heima og erlendis. En hann fæst ekki til að svara einfaldri spurningu sem geti leitt þetta mál allt í jörð. Hvaða verk hefur hann gefið út, hvort sem það eru bækur, leikrit, kvikmyndahandrit eða annað, hafa notið styrkja frá starfslaunasjóði listamanna og ég fór og hann að bera mér á brýn að ég hafi farið í mál eða lagði frá stjórnsýslukæru fyrir úrskurðarnefnd upplýsingamál til að fá þessar skýrslur sem hann hefur lagt fyrir þessar framvinduskýrslur vegna þess að það sem að vakti fyrir mér var að átta mig á hvort að nefndin sem þessi mál vélar fylgið í eftir að þegar menn segja, ég ætla að skrifa hérna bók og hún verður tilbúin eftir 1 ár eða 2 ár eða 3 ár, að því sem fylgt eftir og að bókin komið þá út og þar til að það gerist, þá fáum menn ekki frekari styrki. En þarna var líka einhver einhverjur miskilningur eða það var verið að reyna að koma fram fyrir miskilningi. En hann, bara rétt að klára, hann hefur ekki viljað veita þessar upplýsingar. Hann krefst þessar fréttin sem leiðrétt, en vill ekki segja okkur hvað það sem rangt í fréttinni. Já, en það þetta að því að þetta eru starfslaun og menn sækja til þess að sinna tiltekna verkum. Þá þýðir ekkit skilur að auðvitað geta verk breyst og eitthvað svona og þá geta menn breytt í framvinduskýrslu en að þetta snúist eitthvað bara hið almenna starfsæfin alla. Það bara ekkit þannig. Mér sagt að þetta eru nokkru sjóðir. Þetta eru sjóðir fyrir rithöfunda, svo fyrir myndlistamenn, tónlistamenn og annað. Og að eiginlega allir þessi sjóðir hafi fylgt til reglu að þetta sé verkefna með það. Þannig að menn sækjum til tekinn verkefni, þeir ljúka þeim og fá styrkin á þeim grunni. Hjá rithöfundunum hafi þetta hins vegar verið þannig að það hefur svona einhver elita eða einhverju svona framúrskarandi höfunda sem fólk lítur upp til og klappar fyrir. Þegar þeir hafa komist á þessu laun þá hefur bara þótt algjör ósvinna að taka það á þessum launum aftur. Þetta hefur bara verið álitin framfærslu skylda gagnvart þessu fólki. En það þarna í hópi fólk sem afkastar ekki miklu á þessu tiltekna sviði. Andri Snær hefur gefið út 5 bækur og þannig eru höfundar sem eru kannski að gefa út bækur á 2 til 3 ára fresti að jafnaði. Kannski einhver snild, einhverju tilvikum sennilega, öðrum ekki. En þegar að Andri tiltekur allan að feril og hvernig hann sé búin að fara út allan heim og kynna þýðingar og það sé verið að gefa þessar bækur hans út á hinum og þessum tungumálum, þá vaknar spurningin, eru þetta listamennir sem þarf að styrkja? Fyrst hann svona farsæll, fyrst hann svona vinsæll, eru þá í alvörun ekki nægilega tekjur til þess að standa undir því? Hvernig þá með hina listamennina sem selja lítið og ekki boðnir á allar þessar glæsilegu ráðstefnur og taka ekki við öllu þessu verðlaunum? Og ég held bara því miður að þetta kerfi sé einhvern veginn gengið sér til húðar, þau segja, það verið að rótera nefndunum, þetta er mjög gagnsætt í raun og veru og það engin sem í áskrift. Þetta þetta bara allt sama kreðsan ár eftir ár eftir ár. Hér í bankarhruninu fóru menn að velta fyrir sér kross-eignatengslum og spillingunni sem að kross-eignatengslin leiddu af sér eða voru birtingamyndin af. Ég get ekki betur séð þegar ég skoða þessa lista og hverju sitja í þessum ráðum og nefndum og hvernig sama fólki fær styrkjana ár eftir ár en aðrir aldrei. Að hér sé bara mjög alvarleg kross-eignatengsl að ræða og ég kalla bara eftir rannsóknarnefnd Alþingis og rannsóknarskýrslu í 8 bindum og ég vil að rannsakendurnir verða á listamannalaunum allan tíman sem skrifa þessa skýrslu. Frábær hugmynd, en ég velti fyrir mér hvort að það þurfi bara ekki að eiga sér stað einhver almennari umræða eðli styrkja þessu tagi og tilkvæstir séu hugsaðir vegna þess að manni sýnist að stjórnmálamennir hafi ekki heldur skilgreint það nægilega vel. Á sínum tíma þá hafnaði Alþingi hugmyndum það að ég man ekki hvort það var Kjarval eða það var einhver álíka meistari sem að sótti styrk til Alþingis að því að það var eitthvað hart í ári því var hafnað. En Alþingi gerði þetta öðru hverju, það styrkti einn og einn. Síðan maður fara út í þetta, þá voru veit heiðuslaun
Alþingis og þar eru menn bara eru menn for life hérna, og það er bara þannig og gott og vel, ef Alþingi vil haga þið þannig þá er það þannig. En voru það ekki styrki til listamanna sem voru komnir af svona sínu besta skeiði og höfðu ekki greitt í lífeyrissjóð og voru bara bákuð og gattinn? Það var hlutaði, en líka menn bara vildu heiðra fólk og gerur það bara með lottovinningi hver mánaðamót? Það er einlega samsagt. En þegar þú ert kominu með þetta flókna kerfi, það sem að fólk er að sækja og það er mikil spenna meðal listamanna, hvort menn fái 3 mánuði eða 6 mánuði eða hvað það er. Að þá er komið eitthvað ótrúlegt kerfi þarna og það þarf að sækja og við höfum heilt kvartanir frá listamönnum, jafnvel færustu rithöfundar landsins, ráði ekki við að fylla át eyðublöðin og þar fram eftir göttum. En hvernig er það að skrifa bók? Já, við vonum að þið gerir það ekki með eyðublöðin, En að þetta er orðið bara hluti af einhverju furðlegu kerfi sem að þú notar orðið spilling, ég veit ekki hvort það er hægt að ganga svo langt og það er kannski hægt að skoða hvort að það sé eitthvað svoleiðis í því. En ljóslega þegar þú ert með einhverjar umsóknir og það er eitthvað matsnefnd sem að þarf að fjalla við sjáum það bara hvað er auðvelt að fá góða listgagnrýnendur til að skrifa hérna. Það er bara mjög erfitt vegna þess að þeir eru svo tengdir þessu fólki öllu og vilja ekki nema gera því helst til geðs og hæfis. Hvað má þá þetta? Og það er bara eitthvað, skiljiði, annarlegt við það þegar að það eru listamenn sem að sumir hverju eru frábærir og aðrir meðlungi góðir, að það sé eitthvað svona batteri að liftandur einn og annan ekki, þegar það er eitthvað annað sem á að ráða. Og þá heyrir maður strax tónun á móti, já, en það eru nú ekki allir listamenn sem að eru metnir á samtíma sínum. Ég meina, Van Gogh, hugsaðu eitthvað, bara með fullri virðingu, hann hefði aldrei skorðað sér eirað ef hann hefði verið á listamannalaunum og eins og staðan er bara hjá ríkissjóði þá segir nei, bara við höfum ekki tíma þess að púka upp á það að framtíðarkynslóðu geti horta á eitthvað eftir döða listamenn Ég var bara að spyrja hvernig liðið Já, en Andri segist ekki að vera alveg sem að hann geti tekið undir orðið spilling, það er djúpt í árni tekið þar og kannski er þetta hugtæk sem er ofnotað. Það er svo þóruldur sunna. En ég sé spillingu öllum hornum. En þá er það þannig að þessi ofsafengnu viðbröð sem það hefur kallað á, frá Bubba Mortens og Hallgrími Helgasinni og Gunnari Helgasinni og Ásmundi Helgasinni, þeir eru bræðurnir þetta allir, og Hildigunni, Rúnarsdóttur og öllu þessu liði. Þetta, annarkvort er þetta spilling eða gríðarleg veruleikafirring. Það bara má ekki ræða þetta, þau fara ekki neina efnislega umræðu, þau fara bara beint ad hominem í mannin og þetta er aðferð sem virkaði vel á með Rúf réðu öll og Egill Helgason var bara með bókmenntirnar og stjórnmálaumræðuna bara alla vikuna einhvern veginn á skjánum. Núna er þetta bara breytt. Við ætlum bara að halda áfram að tala þessi mál. Ég ætla bara að tala þetta bara út í rauðan döðan. Já. Ég ætla ekki að tala neitt nema listamannum. Þannig að þið megin bara fara fram. Já, eftir að lista upp ýmislegt sem ég er að hugsa og hugðarefni var Ég held að ef við ætlum að ára með þessu umröðu þá þurfum við að fá eitthvað meira að drekka bara kappa inn. Já, heyrðu, ef ekki að fá eitthvað biturt eins og Andra Snæ. Við erum alltaf eina hlaðvarpi í landinu sem eru bara með barþjór á launum, launum, þú veist. Listamannlaunum. Glæsilegt. Hvað Styrmir frá Kampaðarsfélaginu að bjóða okkur upp á hér? Erum við með Grand Classico Negroni sem er að vinna með Mosa Gin sem þið hafið eflaust heyrt um. Já. En það var komið að ný tegund, það var að setja á tunnu á triple sec og sem er svolítið náttúrulega afgreitt í Negroni í appelsínu. Þannig að þessi ráðin tala svolítið skemmtilega saman. Síðan er líka eitt svona lein í þessu, ég setti svona Sancho pipar sem er asísk svona piparplanta. Hún hefur þessi deyfandi áhrif á tunguna sem er svo æðislegt þegar það eru svona... Og það er frábært í hlaðvarpi. Akkurat það sem við þurfum núna. Það getum við loksins afsakað þvoglumælgina. Voru þið svona fullir? Nei, við erum alltaf með Sancho pipar í öllum drikkjónum. Þakka fyrir Styrmir. Skál. Við erum alltaf bara, ef ekki skála hérna. Jú. Skálum fyrir menningunni. Erfið þessi föstudag. Skálum fyrir íslenska menningu og öllu því stórkostlega starfi sem þar eru unnir. Ég fór síðasta laugardag á frábæra tónleika. Þar var Hipsum Haps, Fannar í Hipsum Haps með hljómsveit og Pálma Gunnarsinni. Já. Og þeir voru að skiptast á, eða þeir sungu saman, en skiptust á að syngja lög eftir Pálma og Hipsum Haps. Og þetta var svo skemmtilegt að uppgötva, ég hlusta nú á þess að listamenn báða,
að þetta eru menn sem eru bara að syngja venjulega Íslendinga og íslensku malbyggi og með súra mjólk í ískápnum og annað. Þetta eru sagnameistarar. Þetta er íslensk menning. Já. Fyrir þetta borgaði fólk kynstir allan penningum. Sko, ég ætlaði að kynna þig inn hérna í þáttinn sem rithöfund. Hefði það ekki verið nafn með réttu? Já, komið vel á vondan. Ég róast talsvert við það. Hér er bók sem að Stefán Einar Stefánsson skrifaði ris og fall flugfélags. Play? Já, hún er ekki komin. Þú getur skrifað fram að sögu núna. Er þetta váfugl? Síðan er hér kom ég með bókina Nótt sem er þýdd af þér, ekki satt? Jú, þetta er æfisaga Elie Wiesel friðarverðlaun hafa Nobels. Já. Og hér er ég með Sigurjónsbók. Segðu okkur á þessu. Ja, þetta er afmælisrit doktors og doktor Sigurjóns Árna Eyjólfssonar sem ég ritstýrði og mér minnir nú ég hef skrifað grein í hana líka um Jóbsbók úr Gamla testamentinu. Já. Jú. Hvetjum allir til að lesa það. Já. Hér eru fangelsisbréfin. Þetta er Bonhoeffer. Sem að þú hafðir umsjón með. Já, ég var ritstjóri þessu, hjá lærdómsritunum. Og hér er lögin. Nei, já, það var hérna Utopía eftir Thomas More. Já. Ritstýrði því líka, já. Og hér er eitthvað eitt viðbót. Þetta er fessrið, já, þetta er mótun menningar. Þetta er rit sem ég ritstýrði líka til að heiðurs Gunnlauga Jónssoni, prófessor, þegar hann var 60 líka. Pabbi dómsmálaráðherra? Já, núverandi. Fráfarandi. Þú ert réttendur rithöfundur, kanntu ekki að skammast þín? Nei, það er líka, þú hefur gleymt að taka hér með þér bref til ungs lögmanns, þetta er Dershowitz sem ég þýddi líka og gefið út hjá Codex. Ég hef bara ekki fundið hana heima. Nei, þetta eru margir hillumetrar. Þetta eru bækur sem ég hef bara verið neyddur til að kaupa. En áttu þig ykkur aðeins, strákar? Ég er ekki búinn. Það er meiri útgáfa. Þetta er ekki að skipta þér að því sem þið kemur ekki við. Ljóslega ekki. Svo eru hérna nokkra bækur sem við höfum verið aðeins að vinna saman með konum okkar. Já. Stóri draumar. Já. Hvað er þetta? 45. 45 titlar. Hér eru bækur Astrid Lindgren og Elvis Presley og Stephen Hawking. Já. Þannig að þið eru hagsmunaaðilar. Já. Sko, Andri Snær Magnason gaf út 5 bækur á 25 árum. Við gefum út 12 bækur á ári. Það er nú bara þannig. Þið skrifið það nú ekki allar. Vertu ekki að hengja þig hérna í smáatriði. Vertu bara frammi. Það er nú ekki eins og að þú skrifir alla þína greinar í mokkan. Þetta er allt ósjálfráð skrift. en sko, talandi hagsmuni, þessi heiftarlegu viðbrögð, mér kom það óvart, ég veit að þessi umræða, hún hefur blossað upp hverju og fólk hefur ákveðna skoðanir á því. En það er alveg svo hver jóla, ég meina það koma upp einhverjir ritdómar sem að mannum líka misvel og Jónas Sen, hans sérhæfi sig að skrifa dóma tónlistaviðburði sem var í töðunar á fólki. Símon Birgisson er að gera stórleik núna á Vísi af einleik sem var búið að leggja mikið undir í þjóðleikhúsinu, eina stjörnu. Eina ástæði sem ég las hann að ritdóm var það að hann fekk eina stjörnu. Já, en aldrei netti annars. En sko við sjáum mjög sjaldan bara allt menningarlífið rís upp á afturlappirnar við eitthvað slíkt. Það hefur komið fyrir að minna að það er mjög ósangið dómur eitthvað svoleiðis. En þarna bara, þú komst greinilega við sko kvikun á fólki með því að segja einu litla frétt. Já, en þetta er svo sem tjáði ég mig líka, ég fór í viðtal á hana. Það er bara eins og hafi ráðist á kvótakerfið. og dró kannski ekki allt undan, en ég ætla þó að taka fram, það eru líka mjög margir innan menningar geirans, margir listamenn sem hafa samband við mig, rætt við mig og þakkað fyrir þessu umfjöldun. En það er fólk sem að myndi ekki fyrir sitt litla líf segja það opinberlega að setja like einhverja fæslu. Þannig að núna ætlar að lesa upp nafnalistan. Já, og það er öfugur í stafrósröð. Össur Skarphéðinsson. Nei, en það segir líka ýmislega og maður sér þetta bara hvernig þau hafa, eins og Gunnar Helgason, Hallgrímur Helgason, ég nefni þetta fólk sem dæmi og margir fleiri í þessar umræðu. Og síðan allski svona menninga Óðinn Jónsson búin að leggja orði í belg og einhvern veginn atirð okkur fyrir að vera að flytja fréttir eða svo til að það sé algjör ótækt í ljósi þess að við höfum verið að opna nýja menningarvef á mokkanum eins og þá megi ekki flytja krítískar fréttir af menningunni í kjölfarið. Það er bara eins og myndum opna viðskiptavef og þá mætti ekki segja krítískar fréttir af viðskiptalífum. Viðbröðin voru svolítið eins og þú hefur verið að guðlasta. Já, ég er nú bara mjög ánægð með það. Helgimyndabrjótur. Já. Ikonoklastik. Þetta er búið að vera skröldlegt. Það er þið þurfa að fá okkur líka strákar veitingar frá kjötkompaninu. Við vorum nú aðeins meira. Við stálumst það síta fyrir þáttinn. Já, ég átta það, ég gerði það Já.
Það var mjög fristandi. Það var frábært. Á ekki að fara að kaupa sér eitthvað fyrir helgina. Jú. Ná ég eitthvað þar. Það er alltaf gott að grilla, gott. Ég reynda að vera vestur á Patrísfirði helgina, og það verður eldað oní mig þar af listakokkum. En mér finnst líka oft gaman að fara í kjötkompani á mánudum og kaupa steik. Já. Bara byrja vikuna svona, fara að taka viðtal við Margréti Tryggva í bylgjunni og kaupa svo bara tomahawk steik og skella hann á grillið. Aðalbóðurinn. Mánudag, bestu dagar vikuna. Ég myndist að það er í síðasta þætti að það er bjórkvöld á Selfossi, 17. október. Já. Og það er nú, staðan á því er nú þannig að það bara er strax uppselt. Hvað segir þú? Já. Og sviðinu á Selfossi. Þekkir fólk ykkur ekki? Já. Er þetta 20 sæti? 15. Nei, þetta var uppselt bara í vikuna. Ég seldist upp á hvað, 200 dögum? 170 sæti. Eitthvað Já. Já. Þannig að það er verðið með góðu. Hvað gerum við því? Sem var nær. Ég talaði við Davíð Lúþer sem að rekur hann sviðið og menn eru eitthvað að barma sér yfir þessu, síminn er ekki búin að stoppa honum, ég held að hann hafi láti afská sig á já.is. Þannig að það er bara staðan. Já, fólk er búin að hafa samband við okkur og biðja um að græja þetta einhvern veginn. Já. Ég verði ekki bara hlaði annað kvöld. Nei, ég er á Patrísfirði annað kvöld. Nei, sko annað bjórkvöld. Já, jú. Á öðrum degi. Ég er alveg til það. Það ekki? Jú, Ef að skella okkur hann að laugardaginn 18. Daginn eftir? Já, gerum það. Heldur getum tekið þetta 2 dagar í röð? Já. Við erum ekki að vera að taka þetta upp, þannig að Nei. Eins gott. Þarna verður alltaf til hlaka. Sko, 17. október og þá vantilega 18. október á sviðinu á Selfossi. Já. 18. október, þá var náttúrulega flokksþing hjá Framsókn. Er ekki líka á mér frá þeim? Nei, það er helgin áður. Það er helgin áður, já. Ef við þá ekki að gera svo góða maður gerði og lesa upp úr ástarbrífum Jóns Baldvins. Jú, það þetta væri ekki tekið upp. Já, það væri eða bloggi þíska stásins. Já, þetta er nú bara eitt og sama höfundaverkið í raun. Það rýmar. Já. Herði, þannig að þetta verið sölu vantarlega strax, þessir miðar þá að auka bjórkvöld. Viltu ekki ringja fyrst og aðdága hvort að það sé laust? Þeir hljóta að greiða þetta. Okay. Já. Látum að það. Já, þá bara, ef það er eitthvað hljómsveit eitthvað, þá bara hendið þeim út. Já, ég verð með bækurna mínar til sölu. Já. Og geisladiskarnas Herberts. Við munum örgulega að selja þessa bolla og húur og fleira. Já. Minnum fólk auðvitað á að fara á þjóðmál.is, skása þær í þjóðmálastofuna og versla, það er netustuninu komin upp, vörðna komnar á stað, þannig að kíkið þanga inn og kaupi ykkur eitthvað skemmtilegt. Ertu byrjaðar að selja borðin á hátíðakvöldið? Nei. Það er 20. nóvember. Það er 20. nóvember. Já. Það fer að, við förum að gera það fljótlega. Það er þetta í hús. Já. Hátíðakvöld þjóðmála sem verður haldið núna 3. ári í röð. Já. Á Hvallasafninu. Já. Í rétt hjá. Já. Það verður skemmtilegt. Já, það er skott. Eins gott. Já. Það er svo gaman. Þetta er svo fá tækifæri á árunni sem að maður fær til þess að klæða sig upp í smoking. Já. Og konurnar í síðkjóla, þetta er svo hátíðlegt og skemmtilegt, menn segja, já, þetta er snobb og svona, og hvernig það er. Segir það einhver? Já, svona, þetta fólk sem ég er umgangast, kannski ekki fólkið þú umgangast, þú og listaelítarnir eru volið að hrifna þessu. Ég hef reyndar, það rifjast upp núna við þetta, einhvern tíðan fylgdi ég fórseta Íslands til New York í opinberri heimsókn og var boðin þar í svakalegan engaklúbb og þvílíkið þjónar í hvítum smókingum og annað. Hvern rakst ég á þar? Smóking klæddan og nývaknaðan. Andra Snæ Magnason. Já. Kolefnis fótspor okkar ferðalaga var svipað fyrir þetta það hann var á sagaklass en ég var bara þarna í almenningnum sko. Þetta er eitt flottast neindróf sem ég veit. Þú og Andri Snæra djama í smoking í New York. Með forsetan í eftirtræð. Já, þetta var Guðni T. og ég reynda fylgdi honum eftir Bandaríkinn þverju og endurlöngu því að hann fór fyrst og opnaði Nordic Museum í Seattle sem er algjörlega frábært sag hvert fólk til að skoða og kynna sér ef það á leið til Seattle. Baðan ekki nálgunarbann á þig? Andri? Nei, forsetin, fyrst og aðstæða eldanum Bandaríkinn þverju og endurlöngu. Við Guðni erum gamlir félagar og ég á nú skemmtilega mynd á okkur í höfustöðum Sameinuðu þjóðanna í tilefni þessarar ferðar og hún var tekin þarna á eitthvað farsíma og ég byrti á Facebook og það áhugaverða var og það sem vakti mest athygli var það að ég var í litríkari sokkum heldur en forsetinn. Guðni nefnilega er held í litblindur og var það svona oft í svona nokkuð svona aggressívum sokkum miðað við þjóðhöfðingja en ég sló hann út og þótti bragur af. Já, góð saga.
dettur við þá í hug. Það er náttúrulega ýmislegt annað sem átti sér stað í vikunni sem að verður að fara yfir. Við veit að Play var auðvitað gjaldþrota þennan sama dag og Stefán og Margrét mættust í viðtali á mánudaginn. Play tilkynnti á mánudagsmorgun það hefði stöðvað eða hætt starfsemi og síðan daginn var þetta óska eftir gjaldþrotaskiptum. Þetta er beint eftir þetta viðtal þeirra tilviljun. Fyrst hættu við bara starfsemi og svo hlustur á viðtali og þetta er algjörlega búið. Menn sögðu nú reyndar gárungarnir að forsvarsmenn Play hefði mátt vera þakkláti fyrir að Margrét hefði mætt svona öfugsnúnýta viðtal því að þetta gjaldþrot fór alveg fram hjá þjóðinni. Við erum alltaf fórum yfir þetta í sérstöku þætti hér á mánudaginn með Herði Ægisinni og Erni Arnarsinni. Það sem við röktum aðeins söguna á og allt í kring og þetta. Það er auðvitað ýmislegt annars sem hefur átt sér stað í þessu máli síðan þá. Nú er þetta komið föstudagur og þessu málinu alltaf hvergi. Og ekki öll kurl komið frá. Nei, og málinu hvergi lokið. Eitt sem að vakti athygli mína þó í vikunni, að því að við rættum nú aðeins í þættunum þetta mánudaginn það hvort að þetta væri jafnvel fullreynt að vera með 2 flugfélög í Íslandi sem væri þá að miða við það að Keflavíkurflugvöllur væri þeirra heimahöfn á ensku. Það er ummæli þessi spurning var líka borin undir Eyjólf Ármannsson, samgönguráðherra í Morgunblaðið, ræddi við hann í vikunni og spurði hann einmitt að þessu sama. Og ef ég fengi nú búliststrákana sem eru með okkur hérna í stúdíónu til að fletta aðeins neðar í þessari frétt, að þá segir hann aðeins neðar, þá er hann spurt um hvort það verið 2 flugflug og hann segir, orðrétt, við höfum rekið 2 flugflug hérna áratugum saman. Það voru alltaf 2 flugflug áður en flugflug Íslands og loftliðið saminuðust. Svo var Arnarflug líka að rekja lengi, svo Vá og nú Play. Ég get ekki sé annað en það sé grundvöldi fyrir rekstri annars flugfélags. Hann gleymdi reyndar að taka Iceland Express með inn í þessa stórkostlegu gjaldþrotasögu í íslensk flugrekstrar. How to run an airline. 101. Já, þetta var eilítið óefnileg upptalningi hjá þeim. Heyra menn ekki hvað þeir eru að segja? Bara hér er vel hægt að reka 2 flugfélög, hér eru þessi. Allt var á hausinn. Nei, ég meina, reyndar ráðherrann svolítið þeirra gerðar að hann bara segir það sem hann hugsa og þá stundina. Og ég vil meira til. Ég meina, hann bara mjög einlega ná ekki, skilur. Þýlit til bara eins og ferskur andvari stundum þetta ríkisstjórnarfundi. en það hefur líka stundu svona kostnaði fyrir mig sér, Já, en þetta samt sem að þetta algjörlega fráleitt. Auðvitað stóra spurningin þessi, grundvöllur fyrir því. Ég var mjög hrifinn af starfsemi Play og þetta var flott félag að öllu leitinum að því að það var ekki rekstrargrundvöllur fyrir því. Það var frábært þjónusta, mjög flott vision varðandi vélarnar og allt þetta. Við fórum með þeim í sumar í golfferð. Já, á Kamiral í og við Doddi líka til Dublin að skoða Carton House núna í haust. Og allt upp á 10, frábært starfsfólk, þrautþjálfað flugfólk og annað í þeim dúr. En spurningin aftur, þetta mögulegt? Til munið eftir því hvað eru 4 ár síðan að Bogi Níls, forstjóri Icelandair, varpaði upp þessari spurningu. Í loka árs 2020, í viðtali við markaðinn. Já, þá segir hann einfaldlega að hann efist það. Og menn urðu mjög ósáttur og reiðir út af því. Og hver var ástæðan? Jú, menn segja að það er mjög mikilvægt fyrir samkeppnina í flugi á Íslandi að það séu 2 flugfélög, minnsta kosti. Og mér finnst, þetta bara frábært að þau eru 2 eða 3, það svona eða 4, ef það mögulegt. En menn eru ofta að horfa á íslenska markaðin of einangrað. Hér eru þrátt fyrir allt 30 flugfélög sem að beina vélum sínum inn á Keflavík og út aftur á ýmsa áfangastaði. Icelandair sínu mest. Ég held að Play hafi verið undir lokin 3., mögulega 4. stærsta umsvifamesta félag á Keflavík. Þannig að það var nú ekki meira en það. En það er þetta bara mikilvæga punktur þessari umræðu. Já, og sem betur fyrir var búið að vinda mikið ofan þessu, þannig að höggið varði ekki eins svakalegt úr 28. mars 2019 þegar að Váir féll. En mér finnst þetta lykta soldið af sömu hugmyndum eða sömu sín á hlutunum í íslenska sjávarútveginn. Menn sjá offshoreum yfir því hvað íslensku sjávarútvegur sé stór og sterkur og hagnast mikið, en menn áttar sig ekki á því að íslensku sjávarútvegur í heilsinni, en sérstaklega sérstök fyrirtæki eða einstök fyrirtæki, eru agnar smáir leikendur á risamarkaði. Icelandair, hvað eru þeim með 40 vélar? Delta sem að eru í samkeppni við yfir hafið til Bandaríkjanna, hvað eru þeim með 800 vélar? Eru 20 fall stærri? United,
ég held að þessi með 900 vélar eða eitthvað, sko, þetta algjörlega beyond hvað íslensku flugfélögin, bæði Play, Vá og Icelandair, eru í raun og veru miklir þiggjendur þegar kemur að verðlagningu á þessum flugleiðum og annað í þeim dúr. En þá má líka spyrja annara spurningar að það kann að vera rangt og sennilega bara með að fjölda flugfélaga sem að hinga að fljúga að Ísland ber ekki nema 2 flugfélag. En það kann hins vegar að vera annað mál og réttara að það að reka fleira en eitt flugfélag hérna sé einhvern veginn bara ákala erfitt ef ekki vonlaust. Og þá þurfum við að fara að horfa á umhverfið að öðru leyti. Þann kostnað þarf að bera. Við þekkjum þess að umræða með hvað starfsfólki er dýrt og ég meina að það koma reglulega upp hugmyndunum það að ráða erlendra áhafnir og svo framvegis og þá gólamennum félagslega undirboð og annað slíkt. Við sjáum hvernig skattheimtan, hún hefur verið að aukast og hún mun halda áfram að aukast með kolumnuskjöldunum og því öllu sem eru lögð á bara rétt eins og hér þeir sé að keppa við jafnbræðlestir. Og með því að reka þessi fyrirtæki úr landi eða gera þeim erfitt vik, þá færast þessi störf úr landi. Já. Það eru 103.000 starfsmenn hjá Lufthansa. Hvað búa margir á Íslandi? Það eru 393.000. Það er eins og að fjórðungur á Íslandi myndi vinna hjá einu flugfélagi. Lufthansa er að keppa við okkur á mörgum flugleiðum. Þannig að auðvitað eigum við að vera, eins og sagt á góðri ensku, línan mín, þá að auka afkastagetu, sveigjanleika þessara fyrirtækja með því að draga úr regluverki, draga úr kvöðum sem á þeim hvíla. En þessi stað eru stjórnvöld í dag, eins og þau hafa verið að gera síðustu ártíð miður, líka fyrir ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, að auka kvaðir og þungan í opinberi skattheimtu og álögum á þessi fyrirtæki. Já. Einn margumtalaða samkeppnisefni, hún er ekki að aukast. Er hún margumtöluð? Já, menn tala hún er aldrei... Menn tala hann á tillitu. Nei, það er aldrei talað hann á þingi. Nei, en í ræðum svona... Og atvinnuvegaráðurinn hefur engan áhuga á þessum helstu útflutningsatvinnuvegum okkar. Eins og Þórður Gunnarsson heitinn kollegi okkar nefndi svo eftirminnilega fyrir í dag í spursmálum. Já. Það var nú býstna hraustlega en ég veit ekki annað en þessir ég. Ef ekki að spila þetta? Hvað var hann að fjöllum? Heyrðu það bara hérna. Fyrst þú ert ekki búin að horfa á þáttinn. Nei, ég horfi aldrei á þátt. Skandal. En ég sá nú að Hanna Katrín Friðriksson hugulega klæddur. Hún hafði nú ekkert svo miklar áhyggjur af þessu. Það er vesli herragarður. Frekar en öðrum áföllum í atvinnuvegana, saman hvort hún orsakar þau eða ekki. En það var nú bara núna fyrir stuttu síðan, eða núna helgina, þar var haldin stærsta kaupstefna í ferðaþjónustu á Íslandi, sem er haldin annað hvert ár, heitir Vestnord. Það mæta mörgundur manns frá útlöndum og þetta er fólki sem ákveður hvað koma margir ferðamenn til Íslands næstu 2 árin. Þetta er bara risarafstefna. En þar átti Hanna Katrín að vera, en hún ábúðaði sig, sem við þóttu nú forvitnilegt. Verandi atvinnuvegaráðherra. Það fréttist reyndar að Loga Einarsinni sem er nú líka ráðherra í þessari ríkisstjórn, hann satt nú bara á kaffihúsi þarna hinum miðugötuna, hann lét nú heldur ekki sjá sig. Hann er nú Akureyringur. Hann er nú þaðan, þetta er hans heimabær, hann ákvað heldur ekki að stinga nefinu, en það eru nefnilega fleiri svona sögur af Hönnu Katrínu. Það var ráðstefna núna fyrir þessari viku sem heitir Lagarlíf, stór ráðstefna landeldi á Íslandi, kom fullt af fólki frá útlöndum að hlusta á fyrirlestra. Áhugaverðir hlutir að gerast á Íslandi í þeim efnum. Hanna Katrín sá sér ekki fært að mæta þangað. Það er lagarætti sem er talið kannski stærsti sprotinn í... Já, eitt stærsti svona vaxtarsprotinn í íslensku atvinnulífi þessa mundir. Við getum þá líka rifið upp að það er haldin sjávarútvegssýning í Barcelona, var núna fyrir á þessu ári. Hún ábóðaði sig þar með þess að Bjarkey Olsen sem var sjávarútvegsráðherra í hálft ár, hún lagði lykkju á leið sína til að mæta þar og þannig að bara hún er... Tekið störra ráðherra eftir á? Já, þessi ljóst að Bjarkey Olsen töluvert betri sjávarútvegsráðherra heldur en Hanna Katrín. Það var þessi heimsýning í Tókjó núna daginn, þar sem að ráðherranum var boðið til að hitta menn úr viðskiptaliðinu í Japan. Hún heldur stutta tölu og fer svo bara inn í eitthvað hliðarherbyggi og fer að drekka kaffi með aðstofumörunum. Lætur svo ekki sjá sig í dynjundunum kvöldið. Þannig að ef þú ert ráðherra atvinnuvegana á Íslandi, þú getur allavega þóst hafa áhuga á atvinnuvegana. Þó þú hafur hann ekki. Já, en það hefur ekki tekist hjá henni svona síðustu vikum og mánuði. Þetta er magnað að heyra þetta. Þetta er
Þetta ekki, en sko, hvað með þetta verðmæta sköpunar haust sem að átti að vera hérna, hvernig það fer vel á stað að 400 hættir hjá Play og 100 hjá Airport Associates sennilega 50 hjá Leo Seafood já, í Vestmannaeyjum og hérna stálsmiðan í Siglufirði, hún var bara leið niður ég ekki komið tími til að leggja niður þetta hlaðvarp Ég meina þetta verðmæta sköpunar haust hef ég hans eitt að segja winter is coming Það haustast nefna í Moskvu sögðu menn hérna tímum Sovétríkjanna sko. Auðvitað er að þannig með ráðherra að þeir þurfa ráðstæða tíman sem og þeir get ekki sóta alla viðburði og allt það en þetta er alveg rétt aðtöða hjá Dotta það þegar að ráðherra sko lætur sér vanta hvað þetta er annað á einhverjum svona viðburði þar sem að getur helst verið með snertingu við atvinnulífið þá er það lakara og ég tek að fram ég meina hún var viðstödd Ársund SA og þú veist, og var að tala við fólk þar og allt það en þegar að atvinnulífið upplifir áhugaleysi meira segja þetta svona þetta formlega og fína sko hvað mun þá hitt vegna þess að það er náttúrulega kvarta undan því víða í atvinnulífi að ríkisstjórnin hún líti á atvinnulífi sem bara einhverja peningakvarnir sem að mali sjálfkrafa gull en auðvitað er það ekki þannig, það þarf að hafa heilmikið fyrir hlutunum, það þarf að finna þá hráefni sem staðar eða viðskiptavinni og svo framvegis og þetta er allt vinna og hún skiptir máli. Ráðherrarnir get ekki bara lítið svo að neini, þeir eru bara svona búið penning fyrir okkur. Og hvað er ráðherrarna að gera fyrst hún er ekki þessu, hún er þetta fótt til Japan alla þessa leið í tenslu við þessar ráðstefna þennan dag hjá Kerir sér svo bláa lónu. Gat hún ekki látið sig hafa það að sitja fundin? Akkur þurfti hún að vera fram að drekka kaffi eða japans te eða hvað það var hún kannski komin í sake, ég veit það ekki Við erum ekki að dæma það Nei, það er ekki okkar að dæma ef ekki að varpa hérna upp á skjáin þetta eru fréttir hér septembermánuð tölfræði frá Vinnumálastofnun það eru 208 mann sagt upp í hópuppsögnum, það er fyrir utan allar almennar uppsagnir og þetta er ekki pleitölunar, sjálfsögðu ekki þar inni það eru 400 mann sem missa vinnu þar og vel að merkja sko, þegar þú segir almennar uppsagnir, það er mikið dulbúnar hópuppsagnir þar sem að fólk fyrirtæki er að dreifa því aðeins til þess að þurfu ekki að fara inn í þennan prósess tilkynna og lenda í stéttarfélagunum og öðru þessu og þannig að atvinnu ástandir af Vestnarhatt, ég held að auðvitað munu þessar tölur varandi Play fara inn í tölur októbermánaðar en þar fyrir utan held ég við munum sjá miklu dekkri tölur heldur en nokkuð tíman í september. Ég held að með Play geti þetta slagað í 700-800 uppsagnir í hópuuppsóknum og maður heyrir það bara víða að það er að þrengja að og ýmis fyrirtæki sem eru jafnvel að bara með þess bara að leggja upp laupana. Síðan er vaxtaákvörðun í næstu viku? Jú, ég menna, maður gerir ráð fyrir að það verður nú sko óbreytt ástand þar. Hörður Ægjesson fullir þið það? Veðsetti húsið sitt. Já, ég menna, er ekki Alvotech í 2400? Nei, en maður finnur það alveg þegar maður er að tala við fólk í atvinnulífi, hérna bæði hjá framleiðslu fyrirtækjum í verslun og víðar, að það er, sko, bjartsýnin er alveg farin og menn eru rosalega mikið að pakka í vörn. Ég þekki nokkra sem eru að reyna að sjá sko, hvernig þið geti minkað við þessi starfsfólk eða allavega ekki, það er enginn að fara að bæta við sig þannig að þetta er að súrna svolítið hratt sko og inn í veturinn maður sér engin merkjum að það sé neitt að fara að lagast í bráð og sko mér dettur ekki í huga að leggja það alltaf að dyrum ríkisstjórnarinnar hún hefur ekki skapað allt það ástand sem að þessu veldur vandin er kannski frekar sá að hún er ekki neitt að hjálpa. Það er bara eins og menn hafa rakið, ég meina formaður SA rakti það í sinni ræðu á ársfundunum að hann hefur verið að tala við sko norræna kollega sína og þá einmitt í Finnlandi að þar sem menn sjá fram á að þetta getur nú allt saman orðið mjög erfitt og rússarnir að bregðast heim við landamærin og allt þetta. Hvernig bregðast þeir við því að þetta sé orðið erfiðar í atvinnulífinu? Jú, þeir lækka bara tekjuskatt á fyrirtæki úr 20% í 80% vegna þess að þeir vita að það mun virka. Hér eru hins vegar með fjármálaráðherra og fleiri ráðherra sem halda í fram fullum fetum að það hafi engin áhrif að hækka skatta. Það bara breyti engu stöðu fyrirtækina. Það breyti engu atvinnuástandið eða atvinnustigið í landinu.
að bara ríki geti hækka skatta að manni skilst þá bara vild okkur hækkar það bara ekki skattanum í 100%, það hefur engin áhrif. Við erum með hagfræðiprófessora við Háskóla Íslands sem lýsaði yfir að skattahækkanir á fjölskyldur séu málfræðiæfing. Þetta allt orðið svona bjagað og ruglað, en svo þetta finnur fólk þetta á eigin skinni. Þessi 208 sem mistu vinnuna í september vegna hópuppsagna, þeir finna fyrir þessu eigin skinni og fjölskyldur þeirra og fólki sem að þekki til þessa fólki sem var að missa vinnuna sína hjá Play finnur fyrir þessu. Allir þeir sem að takast á við útflutning og finna hversu erfitt það með krónuna svona sterka, þeir þetta átt að sjá þessu. Og fólkið sem með fasteignalán og mun ekki sjá vextina sína lækka þar sem eftir líður þessa árs og jafnvel fram á það næsta, það finnur auðvitað fyrir þessu. Og fyrir því eru auðvitað 2 megin ástæður sem eru augljósar og allir vita. Það eru ríkisfjármálin, þar sem að menn ætla bara að skrúa upp skatta til að lama atvinnulífið, en ekki að draga úr útgjöldum, hvað sem þau segja, þau fullir að þau segja því. Þau eru ekki að draga úr útgjöldum. Þau eru að gefa í á flestum sviðum. Styrkjandi einhver samtök út allan heim og hryðjuverkasamtök í Palestínu og samtök samkynhneigðra á alþjóðavettvangi þegar þau eru að skera niður til ljóssins, sem eru endurhæfingar miðstöð fyrir krabbameinssjúklinga á Íslandi, og svo það vinnumarkaðurinn. Og við sjáum alveg upptakti núna, nú uppi mikil vinnudela á vettvangi hjá Icelandair, þar sem láglauna fólki, flugstjórarnir og flugfreyðurnar að taka sinn slag við Icelandair, já, það nú notalegt í þessu ástandi. Og svo sjáum við hvernig Sólveig Anna og Finnbjörn Hermannsson, þetta fólk talar, þau ætla að halda áfram að knýja á krónutöluhækkanir í kjarasamningum. Og þetta tvennt, óábyrg ríkisfjármál og innistæðulausar launahækkanir, munu kynda undir þessu verðbólgubáli áfram. Og það merkilega að þessir hópar, stjórnvöldin sem ekki ætla að skera niður og þeir aðlar vinnumarkaðarins sem knýja á launahækkanirnar, klappa hver annan upp. Það það merkilega. Stjórnmálamennirnir sem að eru óabyrgir, þeir tala fyrir því að það sé nægt svigrúm til þess að hækka laun og atvinnulífið hafi nógu að bíta og brenna, og verkalýðsforistan, stéttarfélögin tala eins og að það sé nægilega mikið til skiptana til að gera öllum til hæfis á grundvelli ríkisfjármála, hvað sem það í örorkubótum, atvinnuleysisbótum, húsnæðisbótum, húsnæðisuppbygging, hvað eina. Það eins og að það sé bara nóg til. Samt ríkissjóður rekinn með tapi og fólk finnur ekki kaupmáttaraukningu launa sinna þó að sífells sé verið að hækka þessar krónutölur. Að leiða svolítið hugan að því við vorum nú að fundi ásundið að samtök atvinnulífsins í gær, Andrés, tóku það sem má spjall og byrti auka þessi. Nei, það var með ráðum gert. Út af friði á vinnumarkaði. Var nóga menningareld að vera brátt. Já, ok. Sko, maður fer að velta fyrir sér eftir svona fund. Þú veist, mér fannst svona auðvitað eru svona fundir, við komum að sína át í þættinu, sko, en auðvitað eru svona fundir oft mikið svona kurteisistal. Þú veist, þú ert með formann SA sem að flyttur ræðu, gagnrýna þess ríkisstjórnina, framkvæmdastjóri SA gerði það líka. Það er enginn að fara mjög harkalega einn, síðan fjármálaráðherra hérna í pontu, eru að taka þátt í pallborðsumræðum, og auðvitað þarf fólki að geta að tala saman og allt það, sko, fulla skilning á því. Mér finnst þetta samt minna mig aðeins á stöðunum sem var hérna á árunum 2009-13. Það sem varst með ríkisstjórn sem var bara beinlínis fjandsamleg atvinnulífinu. Þessi ríkisstjórn sem situr núna það í rauninni líka. Það nýbúið að fara mjög harkalega í sjávarútveginn. Og þar var engin afsláttur gefin. Þau munu fara í ferðarþjónustuna, eru búin að segja það opinberlega og búin að segja hagsmunaaðilum það í ferðarþjónustuna og þau munu að hækka skatt á þau. Og líka að fallplay breyti engu þar. Já, tóku það fram. Maður velti fyrir sig, sko. Það tóktu auðvitað þunga innanum. Evrópusambandi sem að Viðreisn og Samfylking vilja ganga inn í að hóta hér refsitóllum, þeir eru ennþá yfirvofandi þó að sé komin einhver frestur á það, sko. Já. Þannig að það enn ein útflutningsgreinin, burðarstoðin, sem að er undir þessu efni. Maður velti fyrir þessu samtali, sko, milli atvinnulífs og stjórnvalda. Þú veist, þetta ekki bara, þetta bara einhver stór leikþáttur. Ég er ekki... Nei, sko, ég meina, mér fyrst að fannst nú formaður SA tala alveg af nokkru alvöru og þunga. Gagnvart því sem að hann vil finna að hjá ríkisstjórninni. En maður sér ekki að Daði Már mætir, Hanna Katrín mætir og Þorgerður Katrín var á svæðinu, Inga Sæland var á svæðinu. Ertu vissum að Hanna Katrín hafi verið það? Kristrún mættir hendur ekki, en flutti ávarpi getnum vídeo.
ávar sem það sem hún sagði raunin ekki neitt sko, það bara að segja það eins og er. Nei, en sko ég held að sko atvinnulífið hefur verið að flytja sinn boðskap finnst mér bara nokkuð stíft og þá er nú verið bæði við atvinnurekendur og verkalýðshreyfingu. Verkalýðshreyfingin hins vegar mjög mikið að kóa með ríkisstjórninni, sérstaklega SÍ af augljósum ástæðum, það bara flokkspólitískar ástæði fyrir því og vonast þess væntanlega að fá eitthvað fyrir sin snúð. En það atvinnulífið eftir sem áður sem á að drífa þetta áfram og þess vegna veist mér þetta skilningsleysi ríkisstjórnarinnar það hvernig verðmætasköpunin á sér stað, hvar hún verður til og jafnframt hvaða sem heldur kaupmætti gangandi í þessu landi sem það bil útflutningsgreinar og annað ekki. Þau viti þetta, þau eru búin að læra þetta í skólum og ef þú spyrðu þau út í þetta þá ráðherrarnir munu meira að gangast við því en þegar á reynir eiginlega ekki vegna þess að þau eru greinilega uppfulla þessu rugli úr ASÍ að það sé nóg til og að það bara gerist einhvern veginn af sjálfu sér en þannig það ekki. Ég held eins og að eitt sem við ættum kannski að hugleiða betur, það það hvort að við og almenningur, kjósendur eða hvað þú vilt kalla hvort að við sem kannski búin að vera með eða nálgast þetta jafn óraunhæft vegna þess að hér eftir hrunið, eftir að það náðist samkomulag við kröfuhafana og höftin voru afnumin og allt þetta, að þá fór að stað alveg ótrúleg lífskjarasókn. Bara gersamlega ótrúlega og það langvinnasta efnaðarstökk sem að Íslandssagan bara hefur kynst. Núna hins vegar að fara að slá í bakseglu með það. Við fórum hins vegar mjög grimmt fram öll í því að sækja okkur kjarabætur eftir hrunið eftir að þola töluverðar þrengingar og það hefur ekkert hætt ennþá og það það sem að viðhalda skilur þeirri verðbólgu sem að við bara ætlum ekki geta barið niður með neinu móti, hvort sem að þú ert að hugsa sleggjur eða eitthvað annað í því samhengi. Vegna þess að menn hafa kannski verið með óraunhæfar væntingar. Alveg svo kjósendur eru með óraunhæfar væntingar til ríkisins, að ríki geti leyst alla vanda. Svo ekki. Að það sé endalaust hægt að kalla eftir meiri þjónustu en leið vilja fá minni skatta. En býtu, þau eru að koma heim til okkar, það næstu skilaboð. Já, einmitt, það svona sér vandamál að hóla samfélkingar. En sko, við erum búin að hafa það svolítið mikið gott í svolítið langan tíma, þar sem að ár frá ári að ástandið hefur batnað hjá langflestum. Þess að heimilin hafa verið að auka sitt eigið fé. Fólk hefur gengið út frá því að þetta spírallin væri alltaf upp á við. Já, og það bara haldið áfram bæti stíð þess að bara, þú sett að fá starfsaldurshækkanir einhvern veginn frá Guði almáttuðum. En það ekki þannig og þú veist, þess að segja nú, við megum ekki gera of óraunhæfar kröfur til stjórnmálamanna okkar heldur. En þeir verða þá líka leiðtogarnir, forystumenn landsins, þurfa að sýna að þessi tökkur í þeim það bara að segja kalt frá því, þú veist, þetta staðan og núna þurfum við að leggja þetta á okkur. Þær þrengingar, þær verða þeim mun skemmri eftir því sem við ráðumst fyrir í þar og svo framvegis. En það eins og vant og það ekkit einstakt við Ísland að stjórnmálamenn eru náttúrulega bara dauðfeimnir við að gera og dauðhrættir við að kjósendur bara verða þeim afhuga. Vandinn sá að við erum bara með 4 ára kjörtímabil, bara þú þetta ráðast í breytingar og maður sá þannig að þetta Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi, hún hefur verið að taka og tók mjög snemm á kjörtímabilinu mjög erfiðar ákvarðanir varðandi leikskólamál og fleira, menningarmiðstöðar þar sem þurft að skera niður starfsmannafjölda og annað. Ekki vandinn sá bara ef þú skerði ekki niður strax eða kemur þannig undirbúin að þú getur bara keyrt á hlutina, þá þorir bara ekkert að keyra af stað vegna þess að það tekur tíma að keyra þetta í gegnum ráðuneytin, í gegnum lagabreitingar og annað og svo loksist þú nærði í gegn að þá bara rétt komið á kosningum og allir brjálaðir. Það einn maður sem hefur greinlega þorið og það Eyjólfur Ármannsson fyrirvændi sem ætlar að fækka sveitarfélögum fyrir næstu kosningar sem í maí Það bara þá að höggva mann og annan eins og enginn sem morgunmatur. Já, en ég meina það nú þetta gamla lögmál með 100 dagana. Að ríkisstjórnin koma inn og eru með 4 ára kjörtímabil hér og sumstaðar út í heimi 5 ára en menn eru bara á því að reynslan sé svo að það sem þú ekki gerir á fyrstu 100 dögunum munur aldrei gera að bara eftir 100 daga
þá sértu orðin fastur í verkefnum dagsins og svo sért orðin háður ráðuneytinu, sért orðin hluti að kerfinu. Þannig að mér finnst bara gott þegar að stjórnmálamönnum sko liggur á að gera hlutina meðan þeir geta. Og þegar það þarf að koma á breytingum og að því að nefndi nú Ásdísi og Kópavog, mér finnst það bara, þú veist, frábært mitt hvernig hún réðist í þetta. Ég ætla ekki að halda þið fram að það sé sko lausnin bara að þar með sé hún fundin. Ég held að megi vafalust laga það ýmislegt til, en hún sýndi þó það frumkvæði að gera til þess að breyta ástandinu vegna þess að það var ekki að virka eins og það var. Það er verið að brjóta kerfi sem hefur bara verið staðnað og algjörlega í mólum í 30 ár. Eitthvað var að gera og eins og þú segir, kannski er þetta ekki lokapunkturinn en allavega verið að leita nýrra lausna og opna augu fólks fyrir því að það verið að gera hlutin öðruvísi. Jú, og svo er að koma alls konar sko hlutir í ljós sem ég held að menn hefur ekki bara átt að segja á þegar var að fara í það og ekkert átt að segja þegar mann réðust í þær breytingar sem máli skipta í því samhengi fyrir nokkrum árum sem er stytting vinnuvikunar sem á sér stað hjá henni opinbera. Þannig að það vill svo til að starfsmennsins opinbera þeir eru að njóta þessara breytinga meira en aðrir sem að er verið að gera í Kópavogi. Af því að þeir eru með föstudagana fría og eru það nú bara það sem að meirihlutin í borginu var að tilkynna núna í vikunni. Þær voru bara að tilkynna það að núna ætti að gefa þvílíkan afslátt af leikskólagjöldum fyrir þá foreldra sem að geta þetta og hitt. Það eru bara opinberu starfsmenninni sem að bara hætta á hádegi á föstudögum og þurfi ekki að vera á starfsdögum og annað. Hádegi á fimmtudögum eru nýjir föstudagar. Þetta er bara, sko, maður spyr sig bara, er þessi ríkisstjórn þeirri vegferð að stytting vinnuvikuna verði bara eins og hjá starfsfólki play, menn bara mæti bara ekkert í vinnuna. Þetta er þetta alveg ótrúlegt og þau eru að kaupa sér atkvæði núna í borginni með þessar ákvörðun þegar þau eru að segja við alla opinbera starfsmenn borgarinnar, við ætlum að láta ykkur hafa hér enn meiri efnahagsleg forréttindi, vinnumarkaðsleg forréttindi, að ætlum að gefa ykkur 1 mánuð af leikskólagjöldum ef þið nýtið ykkur sveigjanleikan sem er búið nú þegar að láta ykkur hafa samkvæmt kjarasamningunum. Og ég ætla bara að höfða er ekki að höfða til fólksinn sem að færi þetta gefins, það bara tekur því fegins hendi og gleðst og annað. En ég bið það fólk sem ekki starfar hjá Reykjavíkurborg eða hjá henni opinbera að leggja við hlustir og hugsa hvað þetta þýðir. Þegar þú ert enn í vinnunni klukkan 2 á föstudegi, klukkan 3 á föstudegi, klukkan 4 á föstudegi og fer þá fyrst að velta fyrir þér hvað þú getur keypt í matinn þegar þú kemur heim kannski 6 leitið eftir að hafa setið í þessar umferðarstöppu sem Dagur B. Eggertsson hefur búið til á sínum allt og langa borgarstjóraferli. Þá eru starfsmenn borgarinnar með tekjum, með peningum af þínu sjálfsaflafé búin að vera í 4-5 klukkutíma að dingla sér eftir að hafa sótt börnin sín 3-4 tíma undan þeirra leikskólan og fengið þar að auki 1 mánuð frían. Þetta er þetta orðið einhvers konar misskilning. Ég er ekki að dissa fólkið sem vinnur hjá borginni eða fólkið sem þiggur þetta. Það má ekki skilja það þannig. En fólkið sem er í þeirri stöðu ætti að reyna að setja sig í spor þeirra sem geta ekki notið þessara gæða. Og af hverju getur það fólk ekki notið þessara gæða? Það er vegna að það fólk vinnur hjá fyrirtækjum sem þurfa að reka sig. Þau þurfa að standa á núlli eða betur og það gerir borgin aldrei. Hún stefnir bara hraðbyr í þrot. Hún er bara á vonar völ. Já, sko, Þetta er bara aðstæða sem að borgarstjórnin skapar fyrir þau, sko. Já. Af því að ég er nú útsalsgreiðandi í Reykjavík, að þá Við deyrum þeirri kvöl. Þá er ég svolítið, sko, vonsvikinn í því að hafa ekki ennþá séð almennilegar úttektir á því hver áhrifin af þessum miklu aðgerðum urðu. Vegna þess að ég veit ekki hvort ég muni eftir, ég nokkuð að lofa því að þetta myndi engin áhrif hafa á þjónustustíð. Þetta myndi þvert á móti bara að fólk er eitthvað frískari í vinninu og myndi vinna hraðar með að væri vinninu. Já. Og þetta er allt saman bara miklu betra. Síðan, og myndi alls ekki hafa í för með sinni eina kostnaðahækkanir. Allt þetta er fyrra og þú veist og ég veit að það hefur komið ljós og svona er ekki. Maður heyrir sko sífellt sögur hinna á þessar hvernig þjónustan hafi versnað og borgarbúið að finna fyrir því en á sama tíma að þá eru álögutan að hækka og auðvitað er gaman að tala um þetta vegna þess að það styttist í kosningar þar sem maður þarf að sko fara að ræða þetta af meiri ákæð við frambjóðenda en sko að það skulle ekki vera sko liggja neitt fyrir áhrifuna þessu eða þú veist einhver samfélagslega áhrif önnur eða eitthvað slíkt finnst manni alveg með ólíkindum vegna að þetta þú veist er stór aðgerð og þetta var stóreflis breyting á kjörum borgarstarfsmanna
sem að einhvern veginn bara gerðist að sjálfu sér og í einhverju fullkonu umhugsunarleysi. En ef þið haldið þetta hafi engin áhrif, þá bendi ykkur á það að það hægt að tekka á því hjá Google hver nettrafikkin hjá þeim frá Íslandi. Og ég get sagt ykkur það að það tikkar upp þegar að liðið hættir. Og það bara komið heim með dúmskróli, sko. Það ekkert að ná einhverja krakka að fara að vesla. Það bara að vera að chilla, sko. Komið upp í sófa og horfa á Netflix. Hvernig þessi leikskóla þjónustu breyting að koma við þig, Andrés minn? Sko, af því að ég á 8 börn og það bara í álfum. Þessum við þú ert eins og Boris Johnson. Algjörlega. Hann á 9 börn, svo að vita sé. Nei, ég get nú glatti mig því að ég var að ferma síðustu 2 ráðleikana núna við liðna helgi. Til hamingju með það. Þetta alltaf gerast. Þú ert bara svo Tryggvi Gunnarsson, eignaðist sitt síðasta barn 82 ára. Já, hvað? Það að einhverja stefna. Þú ert ekki hættur það? Nei. Erðu Skál. Mikið Margrét Jesús að segja heima. Erðu, við ætlum að vera með nýjan dagskrárlið í allar næstu 2 mánuði. Við erum okkur í Klett. Þannig að nú er alltaf komin október. Þannig að fólk þarf að fara að skipta dekk og fara á þetta á bytti dekk. Eins og ég sagði á hann, winter is coming. Akkurat, það er bara akkurat þannig. Og það sem gerist er að þegar að fólk á lélegum dekkjum, þá ætla að rennur að brúta veginum. Því að þið munið, dekkinu er eina snert ekki við veginn. Ég ætla að koma með dæmi það sem að fólk hefur farið út af sporinu. Og það var nýsköpunar ráðstefna haldin hér í vikunni. Það sem að heilbrigðisráðuneyti stóð fyrir ráðstefnu í heilan dag. Stóð það fyrir ráðstefnu nýsköpun í heilbrigðiskerfinu. Og auðvitað var ráðstefnan frá 8:30 morgunin til 4 daginn. Hverjir hafa tíma til að segja ráðstefnu heilan dag? Opinberir starfsmenn. Nei, ég meina þau hafa farið þarna eftir hvað það geta hleðsluhlé klukkan 14. Heilsuhlé. Heilsuhlé. Getið það að zooma inn á þetta heilsuhlé? Já. Það er heilsuhlé á ráðstefnu. Fórum með til kýrópraktors. Hvaða rugl er þetta? Það er afstuð. Hafa menn ekki bara gert múllusæfingar eða möllusæfingar? Ég hefði þurft að fá hjartastöð. Möllusæfingar og hjartastöð. Við þurfum ekki að fara yfir allar þessar dagskrá en það sem vekur þetta athygli í þessar dagskrá er það að það er engin einkaaðili að taka þátt. Nú? Á heilstagsráðstefnu nýsköpun í heilbrigðiskerfinu. Svolítið spes, ónættulega. Það er ónættulega mjög spes. Hvar hefur nýsköpun verið helst leitt fram í heilbrigðisefnum? Ekki hjá hennu opinber heilbrigðiskerfi allavega. Össur HF og Keresis eru kannski verðmætustu batterinn en þau eru þetta Sidekick Health og fleiri. Já. Þetta er auðvitað alveg ótrúlegt. En þetta er það sem að Alma Möller hefur verið að gera. Hún kálaði Janus endurhæfingu. Það er núna verið að kála ljósinu sem er með endurhæfinguna fyrir krabbameinssjúka. Þau eru bara á móti einkarekstri heilbrigðisþjónustu. En geta samt haldið heilstagsráðstefnu málið, sko. Já, og skipa sína í stjórnir og ráð þess á milli. Þetta fólk, það færi smart í fang. Og þess vegna þess vegna viljum við vera örugum dekkjum til að lendum ekki þessu. Það gerur til skurð. Þetta er langsóttasta dekkjaauglýsing sem ég hef heyrt ævina. Síðan fór ég á Kringlukrána í hádeginu og þar voru menn að velta fyrir sér þetta mikið rættum pólitík þar. Það stefnir í varaformannsslag í Miðflóttum. Það eru komin 3 kandidatar sem eru búin að bjóða sér fram sem það eru komin kjörin varaformaður þar næstu helgi. Er varaformaður þar núna? Nei, það er nefnilega málið. Af hverju ekki? Bara sviðið er aukt. Af hverju? Ég held að málið hafi verið það að þegar að Sigmundur Davíð er búin að bjóða sér fram sem til áframhaldandi formennsku, þannig að svo þögnuðu verið rofin. Jú, lásið, bara óvisneitt. Nei, sko, flokkurinn náttúrulega lendi alveg hræðilegum hrakförum í þarstíðustu kostingum og þeir voru hérna bara örfáir. Þeir voru 3 og urðu 2. Já. Þannig að ég held að þeir hafa bara verið feimnir við að blása í lúður og kjósa varaformann líka. Það er einhvern veginn orðið bara vandræðilegt. Segi ég án ábyrðar. Þetta var bara orðið eins og kvæðu 10 litla negrastráka. Það var engin eftir. Eftir eru 2. Nei, en hins vegar, sko, þeir eru að efna til flokksþings núna, ekki þessa helgi heldur næstu. Og það kom ekki fyllilega óvart þegar Bergþór Ólafsson gaf kostar sér til að varaformennsku. Hann gerði það reyndar eftir að Hafnfirðingarnir sjóstörtuð og skoruð á Snorra Másson. Já. Og sem að eins og í allri pólitík að
það gerist alveg örugglega ekki í tómarúmi. Nei, en þeir tveir ásamt Ingibjörgu Davíðsdóttur hafa búið sér fram. Já, Ingibjörg gaf líka að kosta sér og ég veit að henni svona mislíkaði frekar þegar hún sá fyrirsögn á MBLIS það hún var að bjóða sér fram gegn Bergþóri sem að þá var komið fram, Snorri var ekki komið þá og það maður allir sannsvega að færa, það áengir þetta embætti og þannig að það enginn að fara gegn Nei, hún ekki að fella neitt úr embættinu. Nei, menn eru bara að keppa að þessu. En ég held að þetta skipti máli, sko. Ég meina, Bergþór, hann gaf kosta sér og þegar ég talaði við hann í gærkvöldi að þá var það, hann sagði ég bara, þú veist, ég með reynslu og allt þetta sem að blasir við öllum. En ég vil leggja mitt fram vegna þess að það nóg að gera. Við þurfum að byggja upp innrastarfi í flokknum sem er náttúrulega bara urðu eiginlega vanrækja þegar voru bara 2 en er núna að láta þess að gera og svo styttist auðvitað í sveitarstjórnarkosningar og þeir þurfa að gera eitthvað sko í því og það er það sem hann er svolítið að melda sig inn í. Ég á eftir að sjá sko nákvæmlega hvað það er sem að Snorri hefur til málun að leggja en mér finnst að augljóst mál, hann er svolítið að gefa challenge sem það, ég er hér önnu kynslu sko, af fólki og Hver tekur þetta? Við vorum nú í 60 saman í Bergþórs öll 6 hér daginn ekki? Já. Það var gott partí, svakalega flottu veislustjórn. Ég myndi halda ég myndi halda að öðru jöfnu að Bergþór var líklegastur einfallega vegna þess að hann er með svolítið forskot. Hann var þarna bara með Sigmundur Davíð, þeir eru 2 einir bara sviðið svolítið lengi og er ekki þetta að neita því. Þeir bara gekk það furðu vel. Maður hélt þegar að þeir voru bara 2 eftir að þetta hlyti bara kona niður en þeir sýndu svolítið úr hverju eru gerðir og ég held að það hefur skipt máli. Er þetta í bróðerni? Þú veist, mun það hafa afleiðingar hver verður kjörin? Mun Beggi sitja áfram ef hann tapar fyrir Snorra? Já, það held ég. Þetta er mjög þéttur og samstættur hópur. Hann segir að sér sem þingflokksformaður. Það er augljóslega undirbúningur fyrir þetta. Hann er að segja, ég er að leggja allt undir. Ég ætla ekki að fara úr formanni þingflokksins í varaformann. Ég bara segi, þetta er það sem ég stefna á og annað ekki. Já, sko, það er fleira í því. Ég sammála að þetta er hlutaði. Ég held að það hefur líka verið einfallega þetta, hann er búin að vera þingflokksformaður svolítið lengi og það er anreikt starf. Það er fylgið til fundaskylda og svo framvegis og meiri segja þeir voru bara 2 í þingflokknum sko því að þingflokksformaðurinn, hann er ekki bara að funda með sínum þingflokki, hann þarf líka hitta forsetan og hann þarf að vera með hinn þingflokksformaðurinn. Hann haldur þannig dagskrá Sigmundar sko og það þarf nú allavega 3 þingflokksformenn í það sko. Jú, og síðan er Bergþór skipulegaður eins og allir vita og þannig að já, það getur verið svakalegt í þess að þeir. Nei, en ég held að það hefur verið svona sem að hann var aðalega að hugsa tala ekki eftir þetta sko þessa orrahríði sumar að þetta væri orðið svolítið mikið og hans talentar þú veist væri kannski endilega best nýttir í því vegna sem mikið að því mitt bara nána skrifstofstöð. En svo sendiherrann fyrirhandi Ingibjörg Davíðsdóttir, er hún að spila á kvennaspilinu og hún er þetta reynslulaus í pólitík eins og Snorri þetta eru svona kannski 3 styrkleikar sem hefur verið að spila á. Já, sko, ég held að Snorri hafi nú kannski sínluti verið búin að snerta þess að pólitík áður en að gaf sig að einu eiginlegu stjórnmálum. Jú. Hann var búin að vera þarna en á sama tíma hún þetta með gríðlega reynslu og utanríkisþjónustun og allt þetta sko. Það gagnast ekki til þessu. Nei. Ég held ekki. Nei, sko, ég held reynda bara hennar ég held að hennar aðal vandamál í þessu er það að hún er vissulega oddviti í sínu kjördæmi Norðvestur en eins og þú segir, sko, hún er óreind hún er ekki mikið kynnt, hún er ekki tránað sem mikið fram hún ásóldi eftir með þetta að gera það meðan að Bergþór náttúrulega bara nýtu þess að hafa verið lengi og mjög fyrir að vera mikill Snorri menn getur hugsa svo á Snorri sér framtíðin. Jú, Snorri mun alveg öruglega sko vísa og höfða til þess en sömulegis að hann var náttúrulega búin að svona meika sig bara sem eigin nafn áður þannig að hann nýtur verulega kynninga. Hvað er þetta fjölmennþing? Nú bara hef ég ekki hugmyndum hvar það endar sko en þeir hafa náttúrulega verið með bara sæmilegt starf sko út á landi sérstaklega norðaust en víðar þannig að og maður myndi ætla að það yrði nokkur eftirsögn eftir að komast hann það.
Ertu að tekka á sig á Ég sem? kann þetta. Það ringja það. Já, ég ætla að ringi eitt frambjóðandan. Þú er þá að setja hann á spík. Þetta er trúnaðarsýndal. Blessaði mestar og takk fyrir síðast. Herri, ég er hérna í útsendingu af þjóðmálum, þú ert ekki á spíkarendar, þannig að þau veit ekkert hvernig ég er að tala við. En hérna, hvað eru margir sem sitja þingið? Já. 200 manns. Og hvað færð þú mörg atkvæði af þeim? Gott útvarp. 101. Það er upp á hans póstnúmerið þitt. Já. Heyrðu, við erum þá með þessa tölu. Ég heyri betur í þér. Á bless. Þessi frambjöður segir 200. Ingibjörg segir að þetta séu... Beggi segir að þetta séu svona 200 og hérna, hann stefnir á 101 atkvæði. Þetta er það aðeins fleiri heldur en á fundi Viðreisnar. Já, hversu margir þorkir þar? Þau gefa endur aldrei upp, þau gefa alltaf upp bara prósentur. Er það? Já, það var alltaf gert. Hvað var ekki 103% sem að kosuna? Já, eitthvað slegis. Jú, ég sá tölur, ég held að það hafi verið 165. Jú, ég held að hafi einmitt komið frá tölurlókum. En sko, ég held að Ingibjörg er líka kannski að benda eitt með sínu frambúði sem er að sko, þegar þeir voru bara tveir, Bergþór og sem er Davíð, að þá var þetta náttúrulega alveg rosalegur kalla flokkur. Hrútakoni. Já, sumir myndi segja, kannski ekki þú, en maður stilt á sjónvarslösa 50 í gufunni heima og það bara gaus upp hrútalikt. Nei, og það er alveg svo að þegar að Bergþór tilkynnti að hann var í hættu sem þingflokksformaður og þá fórum við náttúrulega bollalegja hver er næsti þingflokksformaður og það fyrsta sem maður heyrðast það var það að tími til að verður eiginlega vera kona. Til þess að einhvern veginn breyka ásend flokksins En er ekki líka þingflokksformennska þetta er svona nákvæmni stjórn og þetta er mjög mikilvægt starf, menn vita það Hildur Sverrisdóttir að sinna þessu, Guðmundur Ari Sigurjónsson að sinna þessu, Bergþór og hverju fleiri í Framsókn er það hver? Já, það er Ingibjörg Ísaksson og Ingibjörg Ísaksson, já, það er rétt og þetta fólk þarf að vera með hlutan algjörlega hreinu til þess í þessu málþófana þetta er mjög tæknilegt og Ragnar Þórvinni Já, okkar bestu menn sko, maður getur ímyndað sér að sendi herra sem er búin að vera út í Oslo og víðar hvort það var í París það var hann í Vín eða Róm ég held hún að vera í Vín að þetta geti hentast líku fólki þetta þingflokksformennska hendi Ingibjörgu betur heldur en til þessi Bergþóri Já, mögulega en væntanlega þurfa menn að bera klæða vopnin og hérna Þetta er nefnilega feikilega fjöldastarf vegna þess að þú þarft að vera Þetta er nú bara varafómasambandi í Miðhrútu, við þurfum ekki að ræða þetta í korter sko Þú bauðst upp á þetta Já, ég var bara að spyrja Við mígum bara með að þú byður okkur að míga sko. Er eitthvað meira þetta að segja? Nei Ekki frekar nú við Við kannski bara fara Já, það getur farið þetta eftir úttöku Og ef hlustundur vilja heyra meira þá geta þið hringt í mig eða Já, við gerum auka þáttum þetta Herði, við enda myndast hérna á stýrivast ákvörðunni í næstu viku vinnur okkur Epicbet hljóta að setja upp stöður fyrir það alltaf verður örugglega öllu líkitum óbreytti vextir en sjáum til hvernig verður það verður Þeir voru nú með frábært samankomst í Keiluhöllinni á sunnudaginn þrátt fyrir mín aðkoma því út af rætarbyggarnir Þið tókst ekki að skemma það? Jú, ég fór langt með það en ég ætla bara að fá að segja þá sem að horfa á golf eða stundagolf Vá, rosalega er þetta sport skemmtilegt geggjað Hjörvar Hafliðason, þetta fór mikinn þarna maður komst ekki hann er svolítið eins og Margrét Tryggvadóttir neða hvað að þetta er alltaf meira gay hjá honum því að hann var aðalega veltað fyrir sér sko búningunum hvernig þeir varu klæddir hvernig þetta fittaði Hjörvar er mjög víðsýtt sko Já og hérna eins og þannig að þessi mista þessu kvöldi ekki láta það gerast aftur ef Epic Bet bóðir ykkur á vettvang En hvað rætiköpi, en var ekki einhverjir golfhúlíkanar vaðandi uppi og það var sko bandarækjumenn voru þið bara að tala um þig? Bandarækjumenn gengur bara gjörsamlega af göflunum, það sé bandarískir áhorfundur og ég get ekki betur heyrt en að Rory McIlroy fremsti kylfingur heimsins í dag að mínum mati, hann ætlar bara ekkert að keppa aftur á rætiköpi í Bandaríkjunum Já, það. Þetta verður í Skotlandi næst eftir 2 ár og þá verður fróðlegt að sjá hvernig menn bregðast við þar en þetta er Írlandi það er annað gott en allavega þetta er þessi framkoma sem að áhorfendur sýndu þarna
var algjörlega yfirgengileg. Þetta er Írlandi á Adar Manor. Og svo næsta reyting kom þar á eftir, verður á Cameral, fyrirhundum. Nei, þar næst. Já, 27, 29, 31. Já. Svo við reknum þetta rétt. Já. Aftur frábært útvarp. Já, en þetta var frábært mót. Bandaríkjamenn voru gjörsamlega búin að gera upp á bak á fyrstu 2 dögunum. Svo eru þetta 12 stig í boði þarna á síðasta deginu, þar sem að menn bara keppa maður á móti manni, það er ekki fórsóm og þetta. Og Bandaríkjamenn, þeir bara völduðu yfir á fyrirluta dagsins. Það byrjaði illega á Bandaríkjamennum, svo snéru þeir þessu við og þetta var svolítið svona eins og að lesa sko seinni heimsstyrjöldinni í slow motion. Maður vissi bara ekkert hvor hliðin myndi hafa þetta lokum. Evrópumennirnir, þeir unnuðu þetta lokum og glæslega og var mikil fagnaðarlegt í salni. Ég og Daði Laxdal höfum verið einu sem að héldum með Bandaríkjunum. Bara miklu skemmtilega góð. Sendu kveðið til hans. Já, hann stendur kekur eftir þetta. Toppmaðurinn Daði. Já. Við myndum sér á það að Samfylkingin er að plana það að koma heimtíðin. Það er Kristján Fossdóttir forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar kynnti í síðustu viku plan, eða nýjan starfshóp sem að mun fara að heimsækja fólk. Og þar segir hún að orðrétt að á næstu viku og mánuðum mun við banka á dyr hjá heimilum, fyrirtækjum og stofnunum og spyrja hvernig getur Samfylkingin aðstoðað. Var ekki Ronald Reagan sem sagði að hættulegustu orðin í enska tungu voru góðan daginn, ég frá ríkisstjórninni, ég kom til hjálpa. Getur ekki fengið þetta vídeo af Reagan þar sem hann segir I'm from the government, I'm here to help. Þetta er einhver besta ræða eða svona setning stjórnmálasögunar. Já. Viljum við fá Samfylkinguna heim til okkar? Sko ég held að yfirleitt að þá vilji fólk ekki að stjórnvöld sé að banka upp á hjá þér. Hvað Reagan sagði, þetta ólíkt því sem Kristján heldur fram. I think you all know that I've always felt the 9 most terrifying words in the English language are I'm from the government and I'm here to help. I think you all know that I've always... Já, ég meina, Ronny vissi þetta, en ég held að það sko sé eins með okkur öll, við viljum ekkit fá uppbank, hvort sem að það frá lögreglu fóketa bókasamlinu eða nokkrum öðrum sko. Eða Samfylkingunni. Allra síst. En Kristrún segir bara, við ætlum bara að banka upp á okkur, við ætlum að tilla okkur niður í eldhúsinu okkur og spyrja hvað getum við gert fyrir ykkur. Já. Og svona er viðhorfi hjá núverandi ríkisstjórn, alveg út í eitt. Ríkisstjórnin leysir vandan. Þú lendir einhverju vanda, það kom upp einhverju erfiðleikar, eitthvað gerist, þá er það ríkisvaldi sem að leysir úr því fyrir þig, greiðir úr þínum vanda. Heyrðu, Íslendingar vita betur. Það er enginn sem getur greitt úr vanda sérhvers manns, nema hann sjálfur. Ef að ríkið ætlar að fara að reyna að greiða úr 400.000 vandamálum, segjum sem svo að hver Íslendingur hafi 3 vandamál að stríða, þá er það 1200.000 vandamál. Þetta fólk hefur ekki einu sem stjórn á fjárlögurum, þetta fólk hefur ekki einu sem stjórn á þingsalum þar sem eru 63 þingmenn, þetta fólk kann ekki einu svona að klæða sig. Hvað þá meira? Þetta er algjörlega glórulaus nálgun á það hvernig eiga stjórna samfélagi. Ég ætla að bera upp tillögur af 5 heimsóknum og þið bara segið já eða nei, hvort þið viljið fá þessi heimsókn eða ekki. Fyrsta heimsóknin, hún er þannig að Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, hún kemur heim og svæfir börnum með upplýstur úr Evrópureglugerðum. Viljið það? Já, ég sagði þetta ekki. Ef að börnum eru óþekki á, ég bara be my guest. Ok, þannig hún er velkomin. Hún var nú reyndar á ráðstefnu daginn í Edinborg tveggjaríkjalausnin, hún getur kannski líka fjalla bara hana og börnum sofna enn fyrr. Næsta heimsókn, Alma Möller kemur heim og fyrir getum matarskápan heima þér. Ekki lyfjaskápin. Já, ég þyrfti reyndar að taka til í skapnum. Já, hún er ekkert að gera það, hún er bara að fara að skamma þig sko. Já, ok, nei takk. Hvað ert þú, þú nú svo mikill sentilmaður, Andrés, hvað ert þú með margar osttegundir í skapnum hjá þér? 4 til 5. Hver er svo elsta? Er það 24 mánuða kom? Það stefnir í rosalega þáttina. Það er 3 tíma þáttir. Herðu, næsta, Þórður Snær Júlíusson, fyrrverandi þingmaður Samfylkingarinnar, hann kemur og les gamla pistla bloggsíðu sinni og útskýr svo hvernig kapitalismunum er slæmur. Vil ég fá þessi heimsókn? Lesa þetta fyrir mig? Já, við mættum bara fyrir... Já, ég var alveg til í að... Já, þetta væri bara... Ég myndi bóða nokkuð á að gera... Stefán Einar er búin að reyna mikið að fá hann aftur í viðtal. Já, ok. Víðir Reynisson, hann fyrir til Eyja.
sem er náttúrulega hans kjördæmi og hann segir við starfsfólk Líf og Seafood að það þurfi bara að axla sína ábyrgð á réttaraldara samfélagi. Er þetta góð heimsókn eða ekki? En hvað ætlar þetta fólk að segja sem að kemur heim í Hann kjördæmis? þarf vantilega að fara til Vestmannaeyja. Já, ég meina, hann Þar sækir við fullt af atkvæðan þangað og það er fullt af fólki utan Vestmannaeyja í Suðurkjördæmi, bara Skinney, Þinganes og víðar sem að... Sérðu fyrir Víðir Einarsson banku upp á dyr í eigum, hvað sé á Líf og Seafood ykkur öðrum, bara ykkur sjávarsvöld Ég held að það veri mjög erfitt fyrir hann. Góða kvöldi, ég fór samfélkingunni, hvað get ég gert fyrir þig? Ég held að sé mjög erfitt fyrir hann að gera það, sérstaklega í ljósið þess að hann mætti út í Eyjar rétt fyrir síðustu kosningar. Það sem hann var verið að rukka hann svör, gagnvart sjávarútveginum. Það sem hann hafði að færa þar og hann var eitthvað svona að reyna að draga í land, skilji, alls konar hluti, kemur ljós að hann hafi mjög lítið það að segja þegar á reyndi. Þannig að nei, ég niksa það að hann farlega, ég vil honum allt til besta. Já. Herðu, síðasta heimsóttin, Dagur B. Hann kemur heim til þín og segir þér að þú þurfir að planta blómapotta á bílastæðið og meir ekki nota það lengur. Viljið þið fá þessa heimsóttin ekki? Nei, takk. Tekur það í bílastæðið? Jú, ég bara skópla þessum blómapottum auðvitað í burtu og svo get ég tekið þeim bara beinið. Ég með upptöku græfur það líka. Já. Hvað með Sigmund Erni? Ég fann ekki hvernig maður þetta, þú veist, þegar hann bankar upp á... Hann mætir bara í búðuna hjá þér og tekur dýrasta hlutin og skellir hann til hattinn, sko. Hann er þetta að þingja því að Þórður Snær datt út. Sá eini Íslendingur sem hefur unnið í Víkingaróttóinu síðustu árin. Er þetta Sigmundur Ernir? Já. Þegar Þórður Snær sagði af sér... Hann datt ekki út, hann sagði af sér. Já. Hefur einhver Íslendingur setið skemur á Alþingi en Þórður Snær? Nei. Það held ég mér... En Kristrún, viljum við fá hann í heimsókn? Já, hún hefur komið í heimsókn til mín, tekið brönns saman í Garðabæn. Já. Einar Bergumaður, einn vænsti maður, skólabróður minn í Vestló, hið vænsta fólk, svo það sé tekið fram. Það er kannski líka... Viðkonarlegu ágætt. Það er líka kannski spurning, sko, sem að menn með að velta fyrir sér. Þeir segja, sko, í Ameríku varandi stjórnmálamenn, að það er sko meðkonum getur hugsaðar að setja sniður og taka, sko, eitt bjór. Já. Það sé einhvern veginn mælikvarði á likability. Hversu, Þeir vildu freka að drekka með George Bush heldur en Al Gore. Ég hef þó Al Gore sko drikki áfengi en Bush væri þurr, sko. Og það segir nú yfirleitt það hversu leiðilegur Al Gore var, sko. Er ekki Bush, svo við færum nú talað því að þau okkur vantar fleiri umræðefni, er ekki Bush að sanna sig sem bara eitt farsalasti forseti Bandaríkjanna á síðar árum? Tja. Hann approval rating í honum bara orðið mjög gott. Já, en það er náttúrulega, sko, að því að það er fara að fenna þessi sporin. Ég menn náttúrulega, þessir herlegangur hans voru ekki allir vinsælir þegar upp á staðið og það var eitt og annað sem ábjátaði og þessir hugmyndum hvernig það ætti að bara búa til lýðræði hérna með því að dæla peningum í hinn og þessi miðurslönd. Reyndist nú ekki mjög farsað, sko. Nei, en ég vek athygli fólks á bók sem að ég las fyrir nokkrum árum, mjög mörgum árum og reyndar svo aftur að því hún er svo frábær, heitir Decision Points og er svona refleksjón eða sjálfsæfisögu kaplar eftir Bush. Algjörlega frábær bók fyrir fólk sem er að stjórna fyrirtækjum eða fólki. Já. En það var hins vegar kannski þess virði að hann yrði settur á einhvers konar listamannalaun vegna þess að hann hefur verið að establisa sig svolítið sem svona næviskur frístundamál. Hann hefur verið að sinna myndlistina miklu móð. Við skulum kalla hér upp eitt frægt vídeo með George Bush þar sem að hann kallar á hryðjuverkamennina á golfvelli. Now what's this drive? Að því vorum að tala um golf áðan. Það er búið að fremja hryðjuverkaárás í Bandaríkjunum, búið að fella tvíburaturnum og ráðast á Pentagon og hann bara segir við menn, við erum að fara að elta þessa menn á heimsenda og náðum, nema hvað hann gerir þetta á golfvelli. Og þetta er algjörlega stórkostlegt hvernig hann gerir þetta og blandar þessu, hann er á golfvelli, þannig að sjáu þið við erum að þetta ekki. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive. Svo slæðir hann ekki. Við erum að velja killu. Alla leið til hugtóra bara. Og saman Bin Laden, ég er að drepa þig, en ég er samt í golfi hérna, sko. Þurfum við ekki að, getum við ekki svona endurbúið þetta til? Jú, endurskapa þetta? Já. Jú, ég er til í það. Það væri gaman. Eða viltu að Halla Tómasdóttir gera það?
Þið, sko, endurskoðum vikunar. Við þurfum ef að fá upp mynd af borgarstjórinn náttúrulega komin í kostingaham. Það eins og þið segi, sveitarstjórnarkosningar í vor. Þannig að hún farin að ganga hún farin að heimsækja hverfi borgarinnar og hún bjöði på göngutúr til dæmis í mínu hverfum daginn sem var reyndar engin mætt í nema starfsmenn Reykjavíkurborgar. En það var og hún að sponsa auglýsingar ef við fáum þetta upp á vegginn. Fyrir það sem að hlusta, þá var þetta sem sagt keypt auglýsing á samfélagsmiðlum þar sem verið að auglýsa hverfisfundi með borgarstjóra. Já, líka í hefðbundnari fjölmiðlum. Já, Þannig að það Það að borgarstjóri mæti í mjótina slík frétt að matið þessar fólks að það þarf að auglýsa það í blöðum og samfélagsmiðlum. Venjulegu borgarstjóri mætir bara í mjótina, kannski aðra hverja viku, fær sér kaffibólla og talar við fólki fyrir utan efnaðanlega Björg eða á bakarameistar. Það myndi hún aldrei gera. Þetta er alltaf þetta er kostinga bara á kostnað útsvarsgreiðenda. Þetta er mjög sérkennilegt vegna þess að hún að skipuleggja hverfa daga. Þannig að þetta er ekki bara einn fundur í hverju hverfi. En borginni skipt upp í 10 hverfi og hún ætlar að taka nokkra daga í hverfi. Nokkra fundi og það er foreldrafélagið og það er haldin íbúafundur og svo framvegis. Þetta er auglýst með mynd af henni og það er bara komið og hittið Heiðu eða eitthvað svoleiðis. Auðvitað hafa borgarstjórar áður verið með íbúafundi en þá hafa ekki verið að nota með svo beinum og ótrúlegum hætti sérli framdráttum með mynd og öllu þessu. Þetta er gert á kosningaári. Þessir hverfafundir að standa út febrúar. Þetta er bara þétt dagskrá núna næstu mánuði og ég spurði býtu út febrúar ákvörðu og þá var mér bara bent á það af góðum samfélgjuminni, já, nú getum við tíma að setja hvernig prókjöri verður. En veistu hvað þetta prógram er kallað? Látið það. Marshall-aðstóðin. Eftir hinnum allra nýjasta aðstofmannar sem ég spáði í að muni ekki endast út febrúar, en ok, það er hann að saga. Já. En takið til því að Dagur B. Eggertsson þegar hann var borgarstjóri, hann þótti svona nokkuð ósvíðin í því að nota embætti sitt sjálfsvíðli framdráttar. Hann gerði þetta ekki. Hann hélt fundi, en það voru bara íbúafundir og vildi svo til að borgarstjóri mætti. Hann var ekki að nota nafnið sitt eða myndir eða eitthvað slíkt. Það sem ég held hins vegar að þurfi að hafa í huga það er að þessi fundaherferð, hún kostar skildingin sinn. Kostar að halda fundina, kostar að auglýsa þá. En það er líka sem sagt kom fram í einhverju svari sem að borgarstjóri eða borgarrítur laði fram í borgarráði að það er fjöldi starfsmanna sem er að undirbúa fundina og nokkri sem mæta. Þannig að við erum að tala að kostnaðurinn verði 40-50 milljónir bara í eitthvað svona flip. Ég er ekki viss að allir samstarfsflokkar samfélkingunar í borgarstjórn séu hressir með að borgarstjórnin eitt sé að fá svona forgjöf fyrir kosningar. Því að þeir eru sömur hverju bara að fara að berjast í lífið sinu. Ég er ekki viss það að hinir flokkarnir sem eru í minnihlutunum séu miklu hressara með heldur. En það sem ég vil þó helst fá að vita er hvað finnst ríkisendurskoðandi þetta? Vegna þess að hann á að hafa eftirlit með því að stjórnmálaframboð en heldur að sé að fylgjast með því? Ég bara allar réttarlega mér vona það. Honum ber skylda til þess. Þetta er þess að Kristrún Frostadóttir vill ekki hafa Heiðu Björg Hilmarsdóttir í þessu. Það er mjög erfitt að fella sitjandi borgarstjóra og sérstaklega þegar hann verður mjög sýnilegur og atkvæðamikill innan borgarinnar. Þetta er fyrst og næst varnar barátta innan samfélkingarinnar á kostnað kjósenda. Ég veit að þú ert brjálæður við því, en það sem að mér leikur forutna á vit og þú getur svo, já, Almar er alltaf á Garðatorgi og þarf engar auglýsingar til þess. Hann er alltaf á Garðatorgi og bæjarskrifstofnar eru þar. Já, þarf ég að tyggja þetta ofan í þig. Heyrðu, hver verður settur eða sett til höfðus Heiðu Björg Hilmarsdóttur og Hrannar Bjarnasyni mann hennar sem eru auðvitað að véla þetta líka á samt Róberti Marshall. Sagt þú mér? Heyrðu, er ég að stýra þessum þætt? Nei, ég glemdi mér. Hver verður það? Já, við vitum þú vildi meina að það erði Katrín Júlíusdóttir, hún aftók það með öllu í þætti á mér. Já. Þú leittir mig út á glabstug, ég bauði henni bara út á þessu staksteinum. Það er svona að hlusta á Andrés með hans ráðgjöf sem bara virkar ekki. Nei, ég hef heyrt talað það meðal vina minni í samfélkingunni að það megi frambóði megi alveg við því að finna annan frambóð þetta. Hún sé ekki nú sterk og sé ekki að verða það úr borgarstjórnartarfinu sem að einhverju væntu.
En ég hef ekki heyrt neitt sko í raun og veru sannfarandi frambjóðanda annan nefndan. Hann með skusti ekki að finna í borgarstjórnarflokknum, svo mikið ég víst. Hverri aðri vilja gefa þessi að því? Ég held reyndar að Kata Jól hefði verið hérna sko mjög frambjörlegu kandidat fyrir utan þannig að hún Garðbæingur. Þannig að hún já, hún eiginlega Kópavogsbúi en flóttamaður í Garðabæ. Hún þar í íbúð á vegum hérna Vinnumálastofnunar. Það er nálega. Nei, en það engin augljós sko og það auðvitað eitthvað sem að Kristrún hlýtur að vera að hugsa sem það að hún að leiða hennar flokk sem að svona góðu standi eins og hún segir og gengur vilja skoðanarkonum á landsvísu. En hvað ásá frábæri flokkur virkilega engan mannskap? Þau verða líka ná sátt. Heiða Björg auðvitað komin algjör út í horni í samtöku sveitarfélaga. Það ljóst að hún verður ekki formaði það lengur. Þau verða að finna einhver aðra leið við þessu. Já, hún náttúrulega sko búin að gefa það dæmi alveg frá sér og það var náttúrulega tölvöld held ég áfall fyrir samfélguna sem hafi prottað sig þar til æðstu metorða. Með aðstoð framflóknar. Já, með aðstoð framflóknar. En sko þetta bara vandamál fyrir flokk sem að núna státur að því að fengi flest atkvæði síðustu kostningum og sé þar að landa stærstu flokkur landsins og að byggja sig upp með ýmsu móti og Katrín Júlusdóttir reyndar. Og með mikið fylgi í könnunum með þá. Já, en sko ef hún ekki með betri mannskap, menna þingflokkur samfélkingarnir ekkit sko betur mannaður heldur en aðri þingflokkar þarna þinginu. Síðan svo, borgarstjórnarflokkurinn eins og hann og til þess að vera sko samfærandi í stjórnmálaflokkur og það þarf að vera með almennilegt fólk. En fer ekki Gísli Marteinn bara fram fyrir hönd samfélkingar í Reykjavík? Það er alltaf að vera orða hann við samfélkingunni eða Viðreisn. Viðreisn hefur maður frekar heyrt en ég veit bara ekkit hvað hægt í því. Ég meina hann náttúrulega hefur mikill áhuga með borgarmál og hann langaði þess að vera borgarstjóri einu sinni fyrir Sjálfstæðisflokkin. Og tapaði þar fyrir Vilhjálmsenni? Jú. 2005. En Vilhjálmur sem þetta ekki aftur gegn honum. Það var 2 áratugir. Já. Ég stöddi nú Gísla Marteinn í þeirri baráttu. Ég veit nú ekki hvernig það Þá vorum við ungir og vitlausir. Já, nú erum við bara ungir. Já. Hugsið ykkur, menn ég held að Gísli Marteinn einhvers konar pólitískur foringi. Já, við klöppuðum hann upp bara. Já, það var nú ekki. Nei, sko Skúli Helgason, bróðir Helgu Völu. Sko, hann svona sólid borgarfulltrúi, ég meina hann vinnur vinnuna og hérna, þú kemur ekki á tómum koni á hann, en hann maður sem að fara að leiða listan? Það held ég ekki. Þú getur fundið í flestum flokkum sem að þarna það einhver sem að þarf að bera svolítið vinnuna. En það ekki endilega þeir sem eru líklegastir til þess að útbreiða málstað flokksins eða aflánum atkvæða. En þýska stálið, getur þýska stálið tekið borgina núna? Það verður sannarlega athyglisvert að sjá það. Takk ykkur fyrir komuna. Já. Er þetta ekki að vera svolítið bara temt hjá okkur? Hvað eigum að fara yfir þessa fríðartölugu sem Trump lagði fram fyrir Gazasvæðið? Hvað, í 20 liðum? Já, fyrsti liður. Ekki lið fyrir lið þó. Ég meina, þetta tillega til lausnar og ég hef farið yfir þessar tillögur hans og framtíð íbúa Gazasvæðisins hafa ekki verið að bjartar síðan 2005. Þess ber að minnast að þegar að Ísraelar viku út á svæðinu 2005 Við fórum bara beint frá því að ræða þýska stálið út í Gaza. Já, þetta er svona þessi útrýmingarmál að á árunum 2005-2007 þá ganga Hamas-samtökin Bessers ganga á Gazasvæðinu. Þau eyða öllum innviðum sem gerður svo fólki kleift að lifa mannsamandi lífi. Ísraelarnir skildu eftir sko 20.000 fermetra af gróðurhúsum til ræktunar og Hamas-samtökin þeir fóru með jarðítur á þessi gróðurhús leið og þeir tóku völdin og þeir tóku vatnspípurnar sem lágu frá ísraelsku stjórnsvæði og yfir á Gazasvæðið, loksuðu þær í sundur og breyttuðum í skothólka fyrir eldflaugur. Það var nú ekki allt vegna þess að þeir notuðu þennan frábæra tíma líka til þess að ganga bókstaflega milli bols og höfuðs og helstu pólitískum andstæðingum sínum innan Gazasvæðisins. Ég meina þeir tóku þetta bara og breyttu þessu í hel ríki. Þannig að núna þegar Hamas-samtökunum hefur verið eitt og við vitum ekki hvort það sé að stærstum hluta og þessum hernaða mannverkjum hefur auðvitað verið eitt. Það er búið að gjöreyða þetta svæði af því að þetta er allt orðin einhver hernaða mannverki sem að þessi ómenni hafa byggt upp. Og ég velti fyrir mér, þetta er bara spurning,
það eru 60 til 100.000 manns látin í þessum ömurlegu átökum, viðurstykkilegu átökum. Getur verið að það séu þegar upp staðið færri einstaklingar heldur en hefðu farist við það að Hamas-samtökin hefðu bara haldið þarna völdum? Því að það var aldrei verið að flytja fréttir af aftökum Hamas-liðana inn á svæðinu eða tilraunir þeirra til að drepa pólitíska andstæðingar sín og annað þeimdúr. Ég bara spyr. Trump er búin að leggja þetta fram. Arabaríkin er öll búin að samþykkja þetta fyrir sitt leyti, Ísrael líka. Hann hefur núna gefið Hamas-samtökunum lokafrest fram til sunnudagskvölds klukkan 10 að ganga að þessu. Þau eru búin að neita og hann segir bara, þetta er bara ekki samningsatriði. Fram á sunnudag hafið þið frest til þess að ganga að þessu og þá komist þið ykkar leiðar hérna út á svæðinu, getið bjargað eigin líf og annara. Og þegar að forseti Bandaríkjanna með allan sinn herafla og allt það sem hann hefur lagt undir í þessu gefur mönnum svona lokakost, þá held ég að staðan sé einfaldlega svo að annarkvort ganga þessi menn að þessum afarkostum eða þá þeir verða drepnir. Þeir verða bara sallaði niður og þá með fulltingi Bandaríkjanna en ekki svona einhverju svona passiv-aggressiv samkomulagi við Ísrael. Og þá gengur þetta bara hraðar fyrir sig. Það deyja vissulega almenni borgar í slíku ástandi en í lokdags skiptir mestu fyrir það fólk að vera ekki fast áratugum saman undir stjórn þessara íslamista sem maggast ína og allt þetta hiski bakkar upp og klappar upp. Þegar ég hélt að hörmungar palestínumanna gætu ekki aukist, þá mætti maggast ína á svæðið. Hvað á að leggja þetta fólk? Það kan bara syngja fyrir þau líka. Það er ekki nóg með að maggast ína sig að mæta á svæðið, heldur vil Trump senda Tony Blair þangað? Hvað hefur þetta fólk? Ef ég ætlum að velja milli, það myndi nú velja Tony til samneytis, en hugsa svo þetta fólk að þvælast þarna fyrir og það segir við erum komið til að bjarga í þarna einhverju pínleitum skútum með nokkra hrískurunarpoka og láta eins og það sé einhver björgun. Þetta veldur bara auknu álagi á kerfið, þetta veldur bara fleiri deyja, en þetta fólk hefur svo mikla þörf fyrir að hossa sér og láta í það skína að þau séu einhvern veginn betra fólk heldur en við, Greta Thunberg og Magastína og þetta lið, Svavagnútur eða hvað þetta að það er bara einhver tauti komið fyrir þetta rugluverk. En veistu það, Stefán, sko, ég geti ekki verið að láta það fara mikið í tautunar mér að því að þetta skiptir engum máli, þetta er bara eitthvað larping hjá þessu fólki. Þetta er kærast það einn bara úr mentó? Nei, en það sko, þarna með trúðsnef á gasa? Já, því neyta ég ekki. Nei, en þarna er náttúrulega búin að vera sko, þessir hryllilega bardagar og stríð í gangi núna í sko, nokkur ár og náttúrulega ástandi þar á undan bara einhver skarra og endalausar eldsflögur árásir og við getum hort sko, lengra aftur en þessi hryllilega átök og deilur það sem að það er svo sko, langt á milli að það er bara einhver tauti við komandi og það er búið að reyna alls konar friðar áætlanir og umleitanir sem að Palestínu arabar hafa reyndar sko, hafnað nær öllum og þeir sem að þó tóku gátur ekki staði við. Þannig að sko, hvað fleira er undan að reyna. Þegar ég kíkti á þetta plan Trump, ég skal alveg segja eins og að mér fannst það ekki allt mjög raunhæft sko, og finnst ekki ennþá. Sumt þarna, algjörlega sko, reynandi og geti alveg gengið vel. En sko bara miðað það sem undan er gengið það segir bara, reynum það bara endilega vegna þess að hitt hefur ekki verið að virka. Þetta plan er bara frábært, hér er ekkert verið að tala um það að flytja fólkið burt á svæðinu, það er bara að tala um það að það er að byggja þetta svæði upp og gefa fólki tækifæri til að stunda atvinnu og skapa sér einhverja framtíð og að Hamas liðarnir eru utan þess mengis. Hann segir bara, Trump, hvað sem menn segjum hann, annarkvort gangiði að þessu plani sem er einhver bjartsýnn veruleiki fyrir þetta fólk eða þá að þetta kallar yfir ykkur helvíti á jörðu. Og það er nákvæmlega það sem Gazasvæði hefur verið og það er nákvæmlega þannig sem að heimurinn verður ef að þessir menn fá að vaða uppi. Og þetta fólk Magastína og allt þetta lið sem að flaggar Palestínufánanum og er að klappa upp þessa heimsmynd. Þetta íhuga það hvernig það verður að lifa undir svona fólki. Þá verður engin Magastína. Hún verður bara klædd í svartan kubl frá toppi til táar. Hún verður eins og það sem Boris Johnson sagði, útlítandi eins og gangandi póstkassi. Það er heimurinn sem verður að bjóða þessu fólki upp á ef að þessi heimsmynd verður að veruleika. Þetta er algjörlega glórulaust. Það verður að stöðva Hamas-samtökin, það verður að stöðva Islamic Jihad og alla þessar hryðjuverkamenn sem ætla að drepa fólk.
Eru það gyðingar sem að drepa fólk með hryðjuverka árásum í Manchester þessa dagana? Nei, það eru íslamistar. Það eru þeir sem að ráðast á friðelskandi fólk, gyðinga, kristna og aðra. Alveg eins og þessi múslimar gerðu á Nóva-hátíðinni í Ísrael 7. október. Það verður bara að draga hér línu í sandinn og fólk verður að taka sönsum. Við erum að eiga við death cult af einhverju stærðargráðu sem að við höfum ekki séð bara síðan bara á tímum krossferðana. Þú varst nú þar, Andrés? Jú, sko ég ætla nú einmitt að fara að rifja það. Það sem ég hef sko áhyggjur af að alveg sama hvaða kemur gott plan og setjum við sem svo bara að það virki allt frábærlega og þetta takist. En hver eru líkurnar á því að sá friður endist þegar að þarna búin að vera við völd núna í aldarfjórðungurinn samtök sko ofsatrúamanna sem eru jafnframt fasistar og þeir eru búin að vera sko að innræta börnaða frá blautu barsbeini að það verði að hata gyðinga, það þurfa að drepa gyðinga, að píslarvætti sé gott, að það sé að besta sem nokkuð barn geti dreymt að það sé nákvæmlega það. Stjórnvöld á Gaza, rétt eins og á Vesturbakkanum, hafa sko verðlaunað með peningum sem að vel að merkja koma uppalega frá Bandaríkjunum og Evrópusambandinu, fyrir hvern þann sem að sko drepinn. Þarna búið að vera að einhver bara Íslensk stjórnvöld nú að greiða inn á slíka sjóði nú til Muhammad Abbas og þessar manna. Þarna búin að vera einhver ógeðs menning í gangi. Það tekur áratugi að vinda ofan að þessu. En við erum að flytja þetta líka inn. Við erum búin að flytja hér inn mörg hundruð einstaklinga frá þessu svæði sem eru radikaliseraðir eins og þú lýsir. Þetta fólk ekki að fara aðlagast í íslensku samfélagi hvað sem líður einhverju inngildingu eða einhverjum saumaklúbskvöldum í einhverjum grunnskólum þar sem að menn telli sig að hafa unnið eitthvað góðverk með því að kalla þetta fólk í einhverja brauðtestur. Þetta fólk hefur engan áhuga á því að aðlagast okkar samfélagi og okkur stendur ógn af því þegar fólk sem býr undir þessari heimsmynd kemur hér óundirbúið og óskrínað í raun inn í okkar samfélag. Og þetta ógnin. Við erum að sjá þetta upp í Úlfarsárdal, við erum að sjá þetta út allt. Hér verða fram með voðaverk vegna þess að menn hafa haldið algjörlega með ótækum hætti utan þessi mál. Þetta ekki bara hatursorðaða? Nei, þetta ekki hatursorðaða. Þetta veruleikinn. Þetta kallað hatursorðaða, ég kalla það rasisti, það verið að segja að það sé verið að auka á skautun eða hvað það er. Veruleikinn sá að það var verið að drepa fólk í Manchester. Það þarf vopnaðan vörð synagóguna í Kaupmannahöfn, allan sólarhringinn. Það búið að þurfa það í 20 ár. Það bara þungvopnaðar hermenn inn í miðborg Kaupmannahafnar. Að því að það búið að hleypin í samfélagið fólki sem að hyggur á illvirki, annarkvort gagnvart gyðingum eða þeim sem að tala nákvæmlega ekki máli sjarjalagana. Og ég spyr bara, fólk þarf bara aðeins að tilla sér niður áður en að fyrir að horfa á Gísla Martin í kvöld á RÚV og segja, ætlum við að bjóða börnunum okkar upp á þetta. Að á götunum á Íslandi sé þessi ógn til staðar. Við erum, eftir allt saman, eyland norður í Ballarhafi. Við ráðum því nákvæmlega hver kemur hingað. Engir alþjóðasamningar geta tróðuð tær þeim rétti okkar að verja okkar öryggi. En Bjarni Benediktsson, hann sendi fulla vél með 100 manns frá Palestínu. Það fólk hefur núna verið að nýta fjölskyldusameiningar ákvæði. Þannig að það var mörg 100 manns komið út af þessu svæði. Hamas-liðar, Islamic Jihad-liðar, allskis lið, lögreglan og yfirvöld hafa enga yfirsýn. Og ég segi bara, kallið mér rasista, ég ekki rónni yfir þessu og það ekki hægt að þegja yfir þessu lengur. Það bara ekki hægt. Já, þess vegna að tala þetta hér. Jó, og samt kallað þú mér rasista. Annars bara hræs. Ég farin. Nei, þetta bara mjög alvarlegt, menn verða bara að horfast í augu við veruleikan. Sjáu að það var verið að kalla þjóðaröryggisráðið saman í dag. Hvenær kom það síðan saman? Í júní? Já. Það eru fjölþátta ógnir út allt gagvart sæstrengjunum okkar, það drónaflug flugvellin í Evrópu, Rússar að rjúfa lofthelgi NATO-ríkja, NATO-ríkin að skrúfa upp útgjöld til varnarmála, við erum að byggja við þjóðleikhúsið og þjóðaröryggisráðið kemur saman bara því að þau fá dagpenning, ég veit ekki hvað þetta er. Af hverju kemur þjóðaröryggisráðið og Ísland ekki saman mánuðarlega við þessar aðstæður? Hvað þarf að gerast? Nei, maður spyr sig. Það var ekki kallað saman í síðustu viku þegar Inga Sæland var starfandi forsætisráðherra. Það var alveg ljóst. Full á það til. Þau sungið sig í gegnum þetta. Ef að enda þetta á jeppaferð á Suðurskautið.
vinum okkar í Arctic Trucks Polar. Hver við ætlum að taka með okkur? Já, ég baði okkur að velja 2 rithöfunda. Já. Þið eru greinlega búin að vinna heimurina? Já, ég er búin að því. Ég haf mér upp á rithöfunda á Íslandi. Ég myndi að taka með mér Ólaf Gunnarsson. Já. Rithöfund sem að skrifaði bók sem að stendur hjarta mínu mjög næri, heitir Vetrarferðin. Skrifaði reynda líka bók sem að ég lesi nokkru sinnum sem heitir Öxin og jörðin og fjallar Jón Arason og örlög hans og svona hans í Skálholti. Og svo held ég má bara taka 2. Já. Ég ætla að taka 3 og ég ætla að taka nafnana Einar Kárason og Einar Má Guðmundsson. Já, þetta er stefnir skemmtilega ferð. Einar Kárason held ég frábær þó hann sé svona eitthvað nýti mig út af þessum listamönnum og algjörlega hann var að koma ykkur aðgerð, ég held að hann sé bara sterkum verkefliðum. Þannig að ég held að það skýrir það kannski heldur en annað. Ég held að hann og Einar Már eru frábæri. Ég þarf að ræða við þá skrif Einars Kárassonar Sturlungu og það slegt allt saman og Einar Má Guðmundsson bækur eins og Engla Alheimsins og annað. Þetta eru menn sem eru, ég held að ég geti alveg drukkið með þeim. Já, og farið með þeim í jeppaferð. Já, jeppaferð á Suðurskauti er þetta ekki nema samtal, sko. Já. Bara keyra þarna eftir einhverjum snjósköflum, sko. Já, ég hins vegar sko ætla að halda mig einugis við Borgarfjörðin, taka þar ramma borgfirka blöndu. Ég myndi nefnilega að taka með mér annars að Snorra Sturluson og hins vegar Egil Skallagrímsson. Já, þú ætlar að þanga bara. Já, það er samtíma með þínir. Algjörlega, og það er bara hann veit ekki hvort að sjá við þennan heim með annan. Hugsaðu hvað væri gaman að fara með þeim á Suðurskauti. Það væri örugglega mjög gaman. Og það eru líka menn sem hefðu alveg látið vaða, sko. Já. Magnaðin, Snorri Sturluson er sennilega merkilegast íslendingur sem að uppi verið. Já. Mér langar bara rétt í lokin. Við tókum ekkert félag vikunar með Kelduna en ég ætla ekki að fara með Kelduna og sjá, mér langar til að sjá hvernig sjávarútvegsfyrirtækjunum reið af í dag. Og það er kannski þessari viku. Ég sé að Brim er að lækka tæp 1%, Ísfélagið stendur í stað og síldavinnslan stendur líka í stað. Það ætla að vera engin kolmunaveiði vantilega næsta ári og engin makrilveiði. Við erum búin að tala hérna verðmætasköpunar haustið. Amarok hækkaði 7,5%. Já. Þetta er líka rétt að við geta glöði að þetta eru fremur dræm viðskipti. Já, þetta er bara íslenska kaupillinanda er bara Æsland er á blúsandi siglingu komin í 1,13 þetta er 4,15%. Já, í dag. Já. Þannig að rosalega lítil viðskipti er allir svoandi. Ég bara hlutafjármarkaðurinn hérna er í nokkru frosti. Já. Það er bara þannig. Lengi. Já. Við höfum sko síðustu vikur verið að fjalla bara óskráðfélög í félag vikunar. Já, ég held að það sé í raun og veru kannski að mörgluti skemmtilegra fyrir hlutafjármarkaðurinn. Já, kíkja það og líka bara, þú veist, ekki það að við getum verið að ræða en það eru bara sprótar sem eru á leiðin upp og svona, sko. Það er ýmislegt spennandi þar að gerast. Já. Herðu, ég ætla að fara hleypingurinn helgina strákar. Frábært að fá okkur þáttinn og segja góða helgi. Sömuleiðis. Ávallt gaman að koma hingað. Ekki? Jú. Það er þetta vona. Takk ykkur sem að hlustuðu og ykkur sem horfðuð. Góða helgi. Er þetta ekki komið bara endalokum þessi þáttur?